ef þín hugmynd að standa þig vel í lífinu eða því sem þið langar að gera samanstendur af því að vera 30 og búa ennþá eins og námsmaður, eiga engan pening, engan sparnað, en þú ert ógeðslega góður í sportinu þínu, ef það er eitthvað sem þið líst vel á, þá ertu alveg efni í að vera íþróttamaður. Allavega í mínu tilfelli, þú veist, ég sko, þetta er náttúrulega á ekkert við hvert sem en ég er í dag svo einu sem er að gera þetta á Íslandi. Þú veist, allt sem ég geri og sko ekki bara í sportinu, heldur bara í lífinu, að því að maður er svolítið að tilenga sig sportinu. Ég myndi segja næstu því allt sem ég geri í lífinu er til þess að fara hraðar á hjóli. Akkurat. Og ef það er eitthvað sem er óhefðbundið eða er ekkert endilega vinsælt í svona, þú veist, nútíma menningu, það er alveg sama. Það virkar. og tvöfaldur Íslandsmeistari í hjólreiðum, Ingvar Ómarsson, talar hér hvernig það kom til þess að allt sem hann setur ofan í sig, og það getur komið ykkur óvart hvað hann setur raunverulega ofan í sig. Allt sem hann gerir yfir daginn og allt sem hann gerir ekki yfir daginn snerist upp í það að komast eins hratt og hann mögulega gæti á reiðhjóli. Ingvar er eini atvinnumaður sem við Íslendingar eigum í sportinu og við fáum að heyra því hvernig fjárfestingahópurinn Novator gerði draum Ingvars að veruleika og linaði fjárhagslegar þjáningar hans til að gera honum kleift að gerast atvinnumaður. Hann flutti erlendis og tók að keppa á stóra sviðinu en fór svo út að hjóla einn morguninn og lenti í alvarlegum árekstri við mótorhjól þar sem að sjúkraflutningamennir töldu hann einfaldlega búinn að vera þegar þeir koma að honum. Hrottalega gott spjall við Ingvar í boði Sjóvá en öðlingarnir þar á bæ mælast til þess að þú tryggir dýra og fína hjólið þitt sérstaklega. Hringdu bara inn til Sjóvá og fáðu ráðgjöf eða þú ert óviss með þitt hjól. Viðskiptavinir með fjölskylduvernd Sjóvá eru tryggðir fyrir slysum í keppnum sem eru opnar öllum án skilyrða en ef fólk komið í keppnir með skilyrta þáttöku eins og Ingvar þarf að tryggja sig sérstaklega. Ég ætla að hætta með þetta podcast og gerast tryggingaráðgjafi. Giflar, einföld kolvetni, ekki talaðu niður á minni vakt. Sænskur, dúnmjúkur kanilsnúður, beint úr pókanum í löngum hjólreiðatúr. Það farið ekki toppað. Þessi þáttur gæti í rauninni verið sponsaður af mataraðinans Ingvars en þið heyrið hann tala með hérna rétt á eftir. Það myndi ekki skemma fyrir að fá sér eins og eina La Pala pizzasneið frá Olifa fyrir útvaldsíþróttamann. Þessar pizzur eru í ruglunu. Alvöru ítalska sneiðar og alvöru gæði í botninum, sósunni og áleikinu. Ekki við öðru að búast frá Olifa. Ef þú ert svo að meta fjárfestingakostiðina kæri hlustandi þá veita íslensk verðbréf þér aðgang að traustum og fjölbreyttum fjárfestingakostum. Hvað þýðir það? Það þýðir að þér býðst að nýta sérfræði þekkingu íslenska verðbréfa á fjárfestingum. Það eru fjölmargar leiðir í boði svo athugaðu hvaða leið hentar þér. Það er mjög auðvelt að hafa viðskipti í gegnum síðuna ivaf.is. Það eina sem þarf eru rafræn skilríki. Að lokum, ef þú þarft nýja framrúðu þá færðu hana hjá Púlsen í Skeifunni. Ingvar Ómarsson, gjörðu þessu. Ég var að fá skólabókakennslu titanium og carbon fiber hérna, en við ætlum að býta höfuð á skömminu og ræða næringuna þarna fyrst. Já, það er bara beint í gaman. Já, það er beint í þetta. Hvað, sko, hérna, fólk er með einhverja hugmynda af íþróttamönnum og svo eru atvinnuíþróttamenn og hérna matarintaka og næringarintaka hjá þeim, en hún er svolítið óhefbundin hjá þér, eða hvað? Já, sko, hún er kannski óhefbundin ef þú berð hana saman við það sem er yfirleitt á yfirborðinu. Ég hugsa að ég sé þessi típa íþróttamanni sem þú heyrir ekkert voru mikið af því að maður er ekkert að auglýsa neitt sérstaklega hvað maður er með afskaplega einfalda og svona hefðbundna hugmyndum mataræði. Þú veist, ég er aldrei að fara að halda fyrirlestur hvernig ég borða sko. En ég er ekkert svo skammast minna ekkert fyrir það. Nei. Að ég er ekkert upptekinn af rauðrófusafa eða einhverju svona dóti sem, ég ætla ekki að segja virka ekki, en ég er ekki jafn sannfærður og margir hvað ýmislegt gerir fyrir mig og hvað gerir ekki. En það er ákveðin mjög einfallir hlutir sem ég veit að virka og ég hef bara í gegnum margra ára reynslu komast að því að ég þarf ekki að ofhugsa þetta. Ok. Ég ofhugsaði þetta svolítið á tímabili. Það var svona nokkur ár síðan þegar ég var rosalega upptekinn því að vera eins léttur ég gat verið. Já. Ég tók tímabil, ég held að ég hafi tekið 6 mánaða tímabila sem ég borðaði engan sykur. Já, ok. Léttist rosalega. Þannig að þú hefur alveg agað þig til í þessu. Já, blessaður, ég get alveg agað mig. Já. Ég kannski haga mér ekki að en ég er alveg sæmilega reglubundir, sko. Ég er svona mjög, já, pínu vélmenni þegar kemur að ákveðnum hlutum.
Þannig að ég tók þetta alveg alvarlega. Ég hef gert tilraunir á hinn og þessu og sé hvað virkar fyrir mig og það er líka aðalatriði, hvað virkar fyrir mig. Það virkar ekkert endilega fyrir hvert sem er. Og að kvætt út sykur til dæmis, eina sem það gerði fyrir mig er að ég var í stöðugu stressi og ég hafði stöðugar áhyggjur af því hvað ég var að borða. Þú veist, ég náttúrulega tók þetta alla leið. Ég vildi ekki fara hálfa leið í þessu, en mér langaði til að finna út úr í hvernig virkar að kvætta út sykur. Þá náttúrulega var ég að sjálfsögðu gæinn sem var í búðinni að skoða innihaldslýsingar á öllu. Og það er ekki þannig að ég hef bara kvættað út eitthvað og skili eftir eitthvað tómarými í matræðinu minni. Ég er náttúrulega bara sett inn fullt af einhverju mjög heilbrigðu dóti í staðinn, en ég er útals íþróttamaður, ég geng á kolvetnum og ég mun sennilega í augnablikinu held ég mun aldrei sannfarast af því að kolvetni séu númer 1, 2 og 3. Hvaðan þau koma hins og er kannski mjög mikilvægt atriði. Okay. Þannig að já, þú veist, ég hugsaði þetta mikið og í dag ég borða fullt af sykri. Okay. En það er ég ekki að léttur og ég var þá, en ég er töluvert sterkari. Einmitt. Og í mínusporti þá er þessi 2 hugtök, þyngd og styrkur, það er hlutfall af þessu tvennu sem skiptir öllu máli. Þannig að þú hefur alveg miksað við þetta hlutfall, þú ert ekkert bara, þú veist, þegar ég er núna að tala um mataræðið þitt og svona í að því að sé ekki upp á sitt besta, þá ert ekkert bara eitthvað svona, ég hef bara aldrei nefnt að taka mig í gegn eða ég veist bara ískóður eða eitthvað svona, þú veist alveg hvort þú tala um hérna. Ég myndi alveg segja það, sko, margt í þessu er eitthvað sem maður þarf ekkert endilega að láta sem að sé einhver expert í, en kannski svona ég veit ekki, mér finnst það rosalegt turn-off þegar ég er að tala við byrjendur í svona sporti og þeir eru með allt mataræðis tengt á hreinu, get ekki neitt á hjólinu. Ég vil vera hinum megin. Þú veist, ég sko, allt sem ég geri og sko, ekki bara í sporti, heldur bara í lífinu, að því að maður er svolítið að tilenga sig sportinu. Ég myndi segja næstu því allt sem ég geri í lífinu er til þess að fara hraðar á hjóli. Akkurat. Og ef það er eitthvað sem er óhefbundið eða er ekkert endilega vinsælt í svona, þú veist, nútíma menningu, það er mér alveg sama. Það virkar. Og ég meina, ég hef keyrt beint til Akureyrar fyrir bikarmeistaramót í götuhjólurum og ég hef borða ostaslöfur á leiðinu og snúða og kleinuringi og eitthvað svona. Ég meina, það er fullt af sykri í þessu allt það, en það er líka bönns á kolvetnum í þessu. Það er bara kolvetna sprengjur. Ég bara tímaset það rétt. Ég bara mæti á startlínunni, ég er nýbúin að fá mér að borða. Ég veit hvernig keppnin virkar. Ég veit að keppnin byrja frekar rólega, þannig að ég fæ minn tíma til þess að melta, ég fæ minn tíma til þess að hita upp og svo þegar hlutinni skipta máli, þegar ég þarf að taka á því, þá er ég fullar kolvetnum og ég hef allt sem ég þarf til þess að hjóla hraðar en hinnir. Mér er alveg sama þó að ég sé að vinna keppnir á snúðum og fólki finnst það eitthvað astnalegt. Já. Af því ég er að vinna keppninar. Einmitt, þú ert líka að koma með að það mála feitletra og undirstrika þessa línu hjá þér, þetta snýst að fara hraðar á hjólinu fyrir þig. Og það er bara, þú veist, ef við ætlum að tala við Ingvar, þá snýst þetta það. Meðan aðrir eru svona, já, ok, þú veist, mér er gaman að hjóla, en ég vil líka vera heilbrigður þegar ég er nýræður eða eitthvað svona, sko. Þú veist, og það alveg, ég verða viðkynna, ég hef meira gaman af fólkinu sem er að horfa á öfgana og bara ég ætla að fara eins hratt á þessu hjóli og mögulega hægtir. Já, ég meina, ég er alveg sammálaðið þar og sko það er nú oftar en einu sem verið sagt að afreksíþróttir þær eru ekki hallar. Já. Það eru ekki heilbrigðar. En það er ekkert endilega tilgangurinn. Það stendur í einhverju bók. Ég meina, já, þegar maður er svona upptekinn af því eina sem skiptir máli sem er að vera bestur í einhverju, þá getur maður alveg farið að hugsa út fyrir ramman og kannski svona kannski bara vera örugum með sínar eigin hugmyndir sem er kannski ekki endilega viðurkenndar af samfélaginu. Svo líka það, maður á ekki endilega spánit vola mikið í því. Það sem virkar fyrir þig, eins og ég segi, það virkar fyrir þig og akkur ekki bara fylgja eigin innsæi. Mér finnst það fínt að gera tilraunir, prófa hitt og þetta og sjá hvað gerist. Ég meina, ég hef alveg
ég prófa að vera bara á fitu, ég prófa að ég er reynda að prófa að fara svolítið langt í sykurruglinu. Sem sagt að auka sykurinn. Já, ég svona Minna talaði það, mataræði. Það var ekki tilraun per se, það var bara aðstæður sem sköpuðist. Einu sinni var maður bara svona í alls konar keppnisferðalögum út allan heim og það er ekki alltaf sem maður kemst í góðan mat og stundum það maður bara bjarga sig með einhverju drasli og maður setur klukkan 7 morgunin í einhverjum bíllegubíl einhvers staðar út á Spáni að borða einhvern sjoppumat, einhvern bensinstöð á mat. Það er ekkert annað búið að opna og startið eftir korter og maður er bara, hvað er að gera hérna? Ég er að borða eitthvað rusl og ég er einhverju geðveitt mikilvæg móti í útlöndum og það liggur mikið undir hérna og ég er bara að gera einhverju vitleysu, held ég. En er það samt vitleysa? Er þetta svona mikilvægt að þurfti ég að vera að borða einhvern fínni mat eða eitthvað? Ekkert endilega. Ég var bara að setja bensin á tankinn og dagurinn fór frábærlega. Þetta er svona, maður svona er stundum með svolítið skrýtnar hugmyndir hvað maður er að gera þá eitthvað annað kemur í ljós. Mataræði finnst mér vera svolítið þar að svona, ég þarf stundum að hætta að spá í hvað er að gera í kringum mig bara svo að ég hafa eins meira trú að það sem ég er að gera það virki ákveðlega. Já, frábær punktur og líka svona, ég geti ímyndað mér að þegar komin einhver svona trend sko, sem svona koma í sko massa bylgjum yfir bara svona íþróttafólk eða bara svona samfélagi heilsinni hvort sem er föstur eða svona fitu meira mataræði eða svona meira áherslu á fitu að fólk geti meira bara á fitun eða þjálfa sig upp í það lítur að setja ákveðnar bara svona efasemdir planta þeim svolítið í hausinn á þér bara er það anskotin, gæti ég ef ég myndi bara fitu aðlaga mig, gæti ég þá mögulega verið að keyra lengur og recovera betur og jari sko, þú getur ekki að fara svolítið niður þann þau kanninu göng. Já, getur við ekki sagt að það séu nokkur en allir svona? Jú. Ég held að séu mjög margir sem eru alltaf að hoppa á milli tískubylgja. Það er, núna er fita inn, núna er kolvetni inn og núna þetta að vera low carb og núna þetta að vera keto og eitthvað svona dót. Alltaf að prófa hluti, alltaf að gera tilraunir, alltaf að fræða sjálfan sig hvað virkar og hvað virkar ekki því að það gæti vel verið að sé eitthvað annað úti sem þú ert ekki búin að pröfa sem virkar betur fyrir heldur en það sem þú gera núna en ég held að þetta sé líka það er rosalega auðvelt að láta eitthvað svona nýtt sannfæra sig að það sem maður er að gera í dag allt í einu sé hægt að virka. Já. Þetta er svona eins og ég meina þú ert með einhvern nýjan hlut ég meina þú ert kannski með nýjasta iPhone eða eitthvað og svo kemur nýr iPhone á morgun og allt í einu iPhone-ið þinn er gamall. Já. Hann er bara orðin eitthvað svona að því að þú ert búin að sjá hann nýja einmitt og bara snar búið að breyta þínu hugmyndum tækið þitt sem var geggjað í gær en ekki lengur. Ég gerði mitt þegar mistöka ég var að sýna hjólið sem ég var að kaupa mér og að fara inn í búðin og pröfa síðan eitthvað svona 1.000.000 króna hjól fá að taka einn hring á því öll hjól eftir það eru drasl. Þetta er stórhættulegt. Já, það er bara svona, bara það sem þú varst að líka með iPhone-in, það er bara, það á ekkert meira við hjólin, heldur en það. Ég held að það, svo getur alltaf fundið þetta í öllu, sko. Stórhættulegt að fara í bílaumboð og alltaf kaupa sér einhvern smábíl en þú verður að prófa 15 króna bílinn og eitthvað svona. Ég meina, þetta er alltaf bara, þetta er svona skekkir þínar hugmyndur hvað skiptir máli, hvað þér finnst nógu gott og svo náttúrulega líka bara fun-fakturinn í þessum hjólum eins og rafmagnshjól til dæmis. Já. Ég hef mína skoðanar rafmagnshjólum sérstaklega þegar kemur að því að blanda þeim inn í keppnisumhverfi sem við ætlum ekki að tala en það er sko öll 3 eða 4 skipti sem ég sest á rafmagnshjól þá hefur bara svona, það bara festir svona bros á andlitun á mér því að það er bara svo gaman að fara svona hratt. Ég er ekki að fara að fá mér svona hjólu næstunni en vá hvað þetta er skemmtilegt. Einmitt. Það er líka bara það, þetta er bara svo ógeðslega skemmtilegt en þetta er kannski ekkert endilega það sem þú ert að leita eða það sem þú þarft. Akkurat. Já, Björgvin Karl crossfitari hann býr náttúrulega Hveragerði og með Reykjadalinn í bakarannum hjá sér og er búin að vera hans á racer sko en pröfaði rafmagns full suspension fjallahjól.
það er bara, reysirinn er bara að safna reikinu á meðan. Já, ég skil hann alveg vel. Ef ég byggja hennar líka þá er ég nú bara alltaf að leika með hann yfir frá, sko. Já, þetta er ágætis leikangur þarna, sko. Já, þetta er frábært svæði. En út af, mér finnst eiginlega, sko, frábær punktur í því sem þú sagðir, að þegar þú ert að kött út sykur, að sko, þá eykst stressið á því að, herri, nú er ég að kött út sykur, sem þýðir að nú má ég ekki borða sykur, sem þýðir að þú ert að setja svolítið auka álag á þig ómeðvitað, og þetta er bara eins og fólk sem er að vikta matið sinn eða eitthvað svona, menna, eins og það sé ekki auka álag bara á lífstíl. Já, algjörlega. Ég meina það er allt svona telur, sérstaklega þegar þú ert, ef ég fer aðeins út fyrir næringuna, ef þú tekur bara saman allar þessar hluti sem, sko, ef þú ert að reyna að vera afreksíþróttamaður, sérstaklega ef þú ert að reyna að lifa á þessu, það er ekkert meira stressandi heldur en að eiga ekki efna á því að stunda það sem þú ert að gera. Þannig ef þú getur klippt út það að þurfa að hafa áhyggjur af peningum, ertu þá ekki bara miklu minna stressað og getur fókusað miklu meira á það sem þú ert að gera. Sama með mataræði, sama með græjur, búnað og æfingarstöðu og þú veist, bara persónulífið og allt, bara, þú finnur þetta í öllu. Fyrir mig, næring, þetta er eitthvað sem mér langar bara ekki til að stressa mig á. Okay. Ég bara hef engan áhuga að vera stressaður á hvað ég borða og hvað ekki. Það er ákveðnu hluti sem ég veit að virka og ég bara held mig við það. En er ekki svolítið hentugt að það sem þú veist að virki er svona það sem er oftast til? Heldur betur. Kolvetni virka, það er svona iðulega það sem fæst allstaðar. Já. Ég meina, þetta er einfalda lífið rosalega. Já. Ég meina, hugsaði hvað er næs að vera afreks íþróttamaður í úthaldsgrein og kvöldi fyrir keppni, þá eina sem þú ætti að gera er velta fyrir hvað álega ætlar að setja á pítsuna. Já. Það er að helsta sem ég stressa mig á. Hvar á ég að finna mér gott pasta eða góða pítsu? Þú veist, þetta er svona, ég meina, þetta er staðalímynd. Hjólreiða fólk að borða pasta. Já, að þetta virkar. Við þurfum ekki endilega að finna upp eitthvað flóknar en það, þó ég hef ekki það mótið því, en þetta virkar fyrir mig. Og ég meina, ég bara held mig við þetta. Og svo náttúrulega er ákveðnir hluti sem maður kannski bara vill ekkert endilega vera eða miklum tíma í að spá í, af því það er aðrir hlutir sem maður þarf að spá meira í. Vist, maður er með endalausar hugmyndir hvernig á að æfa rétt, hvernig á að standa sig sem best í keppni og svona dót, og mataræði hefur áhrif á þetta allt en bara x mikið. Og mér finnst að ef ég er með mataræði mitt 95% rétt, þá ætla ég ekki að eyða öllum mínum tíma í að finna hinn 5%. Því það gæti verið eitthvað annað sem ég er að gera kolvitlaust og ég ætla að finna það fyrst. En þannig að, þú veist, mataræði þitt, rétt mataræði, þú ert þá í rauninni bara, sko, þú ert búin að einfalda það greinilega það mikið niður að þetta er bara, þú þarft eiginlega að setja bara check við kolvetni. Í rauninni. Þannig að, þú veist, þitt stress, þú myndir stressast yfir mataræðinu eða væri bara til egg heima hjá þér. Ég meina það ger ekkert fyrir mig. Nei. Ég meina ég ger ekkert á hjólinu bara á kólesteróli, sko. Ég meina á öllu þessu drasli sem maður finnur í eggjum, þetta gerir þannig sem ekki það mikið fyrir mig þegar ég þarf orku. Nei, einmitt. Þegar maður þarf bensín. Það er ég reyndar komist að einu með sjálfum með að gera tíðina, sko, sem ég er sennilega vissi alveg frá mamma mín hefur sagt um mig síðan ég var rosalega lítill krakki að ég geti sennilega lifa á seriósi. Já. Þetta er fínlega til þess að lýsa því hversu einhæfur ég geti verið, og þarna er þetta ákveðið superpower. Einmitt. Ég get borðað sömu máltíðina 3 á dag, 7 daga í einu í röð, og það truflar mig ekki neitt. Svo lengi sem það sé kolvetni. Já, ég þarf ekki að fara á fína veitingastað að því að ég er að hugsa, ég ætla að setja bensin á tankinn að því að það keppni á morgun. En þetta er líka, sko, þetta er bara hluta því mindseti sem maður er með. Já. Því maður er svona, maður er bara svo rosalega fókusaður á eitt hlut, og þó að svona, þetta kannski hljómar ekkert super spennandi fyrir hverjum sem en fyrir mér er þetta geggjað.
ég er bara að reyna að vera ógeðslega góður í þessu sporti og ég er að klippa út alls konar dót sem er óþarfi og ég er að bæta við öllu sem ég þarf til þess að vera betri en það er samt rosalega mikið í þessu er að klippa út aðra hluti þetta er svona hluti sem trufla, hluti sem er fyrir manni þetta er svona einhver dæmi? Erum við að tala mögulega bara að klippa á einhver bara svona fjölskyldu activity eða vina, hittingar og djammið og... Já. Ég meina, mjög gott dæmi þetta er bara félagslífið. Heldur betur. Ég held að það sé sennilega með því stærsta sem maður getur fókusað á. Ég get ekki verið að gera neitt allt og seint af því að það er æfingi fyrirmáli. Það er náttúrulega klassíkin Einmitt. En svo náttúrulega er þetta líka bara, þú getur tekið þetta eins langt og þú mögulega vilt. Ég veit ekki hversu oft ég hef sagt til kærustuna, nei, ég kemst ekki í þessa göngu, ég kemst ekki í þessa fjallgöngu því að ég þarf að spara lappirnar. Já. Ég er ekki vinsæll fyrir þetta, Nei. Þetta er ekki vel séð, en svona getur maður verið fókusaður á sportið sitt, Einmitt. En hefur einhvern tíma lent í að vera með hann superfókus á sportið og mist síðan bara svona smá áhugan á sportinu? Eða eru hjólreiðar ástríðan ennþá? Já, ég get alveg kallað mig heppinn að ég hef ekki ennþá lent á þeim punkti. Ég hef lent á þeim punkti að ég fengi svona ákveðna lágpunkta á mínu ferli og þeir reyndar hafa tengst því að eitthvað utanakomandi hefur takmarkað hversu vel ég get staðið mig í mínu sporti. Okay. Helstu lágpunktanir hafa myndi verið eins og þessi mín fyrstu ár í það sem ég myndi kalla einan gæsalappa atvinnumennsku er þegar ég ekki lengur efni á þessu þegar maður er svona þegar maður er bara maður kvíðir fyrir næstu mánaðamótum að þegar maður þarf að borga reikningana og allt sem ég er að gera, allur peningur sem kemur inn og allur peningur sem kemur út tengist því að halda áfram að vera á einhverju pro-level í sportinu og maður er að flytja til útlanda til þess að gera þetta og maður er að fara í æfingaferðir til annara landa til þess að gera þetta og þegar maður á erfitt með að halda sér á floti og það er ekki út af því að maður er eitthvað lélegur á hjólinu eða maður er lélegur í æfingum eða eitthvað svona heldur maður á erfitt með að ná sér í styrktaraðila eða peninga eða eitthvað svona dót. Það er alveg ótrúlegt hvað peningar eru stór þáttur í þessu. Þetta er náttúrulega að því að við erum að tala þetta er ákveðin vítahringur að því að þú ert tökum bara þig sem dæmi þig langar að vera góður í íþrótt og þig langar að stundana á hái leveli en það kostar pening, þannig að hvað ætlar að gera? Ætlar að vinna fyrir því? Já, ok, þá þú mætir þá í vinnuna reglulega og þú fær peningi til að stunda þetta en núna hefur ekki lengur tímana því að tími fer í vinnuna þannig að þú getur ekki klift út vinnuna því að þú átt ekki pening þú getur ekki klift út tímana því að þú verður að mæta í vinnuna og það er svona að taka þetta stökk ef þú hefur tök á því ef þú fær tækifæri til þess að fá til dæmis eins og í mínum tilfelli bara fjárhagslegan styrktaraðila að taka stökkið að hætta að vinna, hætta í námi, hætta í öllu þessu drasli og basically bara lifa á styrkjapeningum getur verið þetta frábært þegar þú ert að byrja og þetta er frábært í dag en svo koma kannski svona einhverjum tíumbútara sem þú áttar á því að þú ert ekki með þetta öryggisnet þú ert ekki þú ert ekki með neitt annað heldur en bara það að þú vonar að þú fáir framlengingu á einhverjum samningi eða einhverju svona og þá kannski færi aðeins meiri pening til þess að stunda það sem þetta gera en þú lifir svo mikið í þeirri trú að þinn árangur í þinn íþrótt þýði að þú fær meiri pening til þess að geta haldið áfram að gera góða hluti í sportinu en það er rosalega fín lína hana að ef þú byrjar að missa trúna á sjálfu þér eða þú byrjar að hafa áhyggjur af því að þú setja að standa nógu vel þá breytist þetta í einhverja martröð þetta er svona að því að þarna finnur neikvæðu punktan í því að reyna að vera atvinnumæður í einhverju að því að þarna ertu ekki lengur að gera eitthvað 100% af því að þið langar til þess eins og
eins og þú talaði við Hafsteinum þegar hann var hérna ég gerir fullt í þessu sporti af því ég þarf þess Já. en það út af því að ég með þetta enda markmið að ég ætla að halda áfram að lifa á sportinu þannig að stundum finnum maður þessa ákveðnu lágpunkta sem maður svona ég að fara að ná þessu þú veist, get ég þetta og þetta getur haft svo slæm áhrif á mann ef maður ekki með sterkan haus þú veist að þú getur byrjað að líta á sportið þitt, æfingarnar og keppnunar og allt sem tengist þessu svona sem neikvæða hluti þú veist, ef þið langar ekki til þess að mæta æfinga því að þú bara ég meina, þú kannski sefur ekki að því að þú hefur bara áhyggjur þú ert bara stressaður og þetta byrjað að skemma fyrir þér æfingar þú ert komin í einhvern vítaring og þú kemst ekki út úr hennu ég hef alveg verið þar búandi í útlöndum með í rauninni enga í kringum sko, enga vini og enga fjölskyldu og allt þetta og maður svo ótrúlega einbeittur á sportið að það og var í mínu tilfelli eina leiðin til þess að koma sjálfum mér á betri stað var að halda áfram að gera mitt besta og ég meina í mínu tilfelli það tókst ég á mjög góðan stað í dag í sportinu en það hefði nokkru sinnum á síðustu árum verið svo auðvelt að gefast upp bara að því að í smá stund var sportið leiðilegt eða mér langaði ekki til að gera eða mér langaði basically bara að flýja sportið getur maður sagt að því að þetta verður svo mikið þetta er yfirþyrmandi Já, og getur bara mögulega langa bara, ég vil bara taka the safe way, bara mér langar bara að gera eitthvað sem er bara ansi örugt, sem er bara einhver eftirspurn eftir í samfélaginu, bara að fá einhver eina hérna gráðu sem að ég veit að fólk vanta þetta næstu 10 árin. Ég meina, hugsaði hvað er auðvelt að hætta þessu, fara að finna sér 9-5 vinnu, halda áfram að hjóla, halda áfram að mæta í keppnir á Ísland og allt það, en ég þetta klippa út það sem ég hef raunverulega langmest gaman af sem er að keppa í útlöndum á atvinnumanna leveli ég þarf að klippa það út og með því þá held ég að passionið degi hjá mér Þannig að þú myndir þurfa að klippa það út af því bara þú gætir ekki haldið uppi nægilega bara getu til þess að keppa á því stíg Já, af því að þetta helst allt í hendur til þess að vera á mínu leveli í sportinu þarf ég ákveða mikinn tíma til þess að geta æft mig og það sem skiptir ennþá meira máli til að geta hvílt mig milli æfinga þetta er alveg ótrúlega vannmetin hlutur hvíldin sérstaklega í svona úttalsíþróttum finnst mér, ég er náttúrulega engin expert neinar aðrar íþróttir en hérna ég gef mig bara út fyrir að kunna að hjóla en hérna ég þarf allan tíma til þess að vera svona góður og á meðan ég er svona góður þá get ég ná árangri sem þýðir að ég fæ athygli og ég fæ peninga og ég fæ allan þann stuðning sem ég þarf eins og í dag, ég er með allan búna sem ég þarf að nota allt svona dót, þetta kemur frá mörgum aðilum, maður er með rosalega gott heim í kringu sig og þetta helst svo mikið í hendur að ef einn af þessu hlutum fer þá fer restin maður verður að halda þessu öllu upp og það er svona þetta er kannski ekki svona jákvæðast að bjartsýnasta samlíkingin en mér finnst oft eins og ég sé sökkvandi skip sem er að ausa vatni út úr sér það er svona, ef ég gefst upp í smástund þá sekk ég Akkurat. Þetta er svolítið þannig, maður er rosalega mikið að halda þessir á floti maður er alltaf að vinna í þessu maður er stöðug vinna að halda sér í toppformi að standa sér vel í keppnum allt árið, keppnistímabil sem spannar upp í 10 mánuði stundum sem maður fær örfá á mánuði á árið til þess að ekki til þess að gera eitthvað annað heldur bara að æfa fyrir þetta tímabil þess að maður er alltaf að og að því að þú náttúrulega varst að spyrja út í ástríðun og allt það ef ég hefði það ekki þá er ég löngu hættur Akkurat, þess vegna spyrir ég hvort að það sá neisti af einhvern tíman svona aðeins kólna niður þá fyrst myndir þú hætta að vilja ausa og bara langa að hoppa frá borðið Nei, ég meina ef þín hugmynd að standa þig vel í lífinu eða því sem þig langar að gera samanstendur af því að vera 30 og búa ennþá eins og námsmaður eiga engan pening, engan sparnað
en þú veist ókslega góður í sportinniðinu, ef það er eitthvað sem þið líst vel á, þá ertu alveg efni í að vera afverksíþróttamaður. Allavega í mínu tilfelli, þú veist, ég sko, þetta er náttúrulega á ekkert við hvert sem en ég er í dag svo einu sem er að gera þetta á Íslandi, þú veist, og þá er ég að tala ég æfi og ég keppi full time. Já. Það er rosalega sveigjanlegt hugtækið að kalla sig atvinnumann í sporti. Við getum sagt ég fæ borga fyrir þetta. Það er ekki alltaf það sem skiptir máli. Í mínu sporti til dæmis er viðurkennda hugtækið að vera atvinnumaður í hjólreiðum er að vera í atvinnumanna skráðu liði sem ég er ekki. Nei, mitt. Þannig að ég get alveg kallað mig atvinnumann en ég er það ekkert endilega. Hvenær verður þú samt atvinnumaður í þínum skilgreiningi? Hvað ára það? Ef ég kemst í eitthvað pró-lið. Nei, ég er að tala þú veist, út að ég myndi flokka þessum atvinnumann. Þetta er það sem þú gerir. Já, sko, mín skilgreining, mín persónulega skilgreining á þessu er þegar ég get lifað á þessu. Og hvenær gerist það? 2015. 2015? Já. Hvað var til þess? Já, ég myndi segja að þetta sé svona, þetta er að hluta til heppni og hluta til að ég átti góða vini. Okay. Og það er rauninni, ef ég er alveg 100% reynskilin þá er það bara það, ég á þessum tíma þá 2014 var ég orðin svona ég segi megilega segja sér bestar landinu þá, það er örugglega það er bara einn maður sem gæti sagt eitthvað á mótið því, en ég held að hann gera það ekki. Okay. En við Hafstein, við vorum bestir á landinu þarna. Og ég var búinn að vera í svona svolítið hröðum vexti. Já. Og ég var búinn að fara til útlanda, ég fór með hjólaframleiðandunum Lauf, íslenska, 2014 fór ég til Bandaríkjanna með þeim á svona hjólasýningu sem heitir Sea Otter. Þá eru þau vantilega bara að framlega gafla eða ekki? Þarna voru þeir bara í sko fjallahjólagöflum. Já, sko malar hjólriða greinin var bara eitthvað smábat þarna. Það er gravel? Já. Þú veist, þannig að menn voru ekkit, þetta var ekki sérstaklega viðurkennt þá og þeir voru, ég veit ekki hvort að þeir höfðu einhvern sérstaklega áhuga á því. En sem betur fyrir þá fóru þeir í það því að það er besti staðurinn fyrir þá að vera í. Já. Og en allavega 2014 fór ég með þeim og það var fjallahjólakeppni á Sea Otter sýningunni sem var alveg sæmilega virt og ég keppi þarna í einhvað sem er kallað kategóri 1. Í Bandaríkjunum er þetta með kategóri 5 upp í 1 og svo fyrir ofan það er Pro. Já. Hérna var ég ekki með þannig leyfi, ég var ekki með keppnisleyfi til að vera í atvinnumannaflokki, þannig ég fór í efsta áhugamannaflokkin og svo bara vann ég keppnina. Hvernig er keppnin svona? Út af hjólar eru svo mismunandi? Er þetta götuhjól? Þetta er fjallahjólakeppni. Þetta er fjallahjólakeppni? Yes. Og þannig er bara, maður spyrja lengd á braut og hækkun bara svona til að setja þetta í einhvern skilning? Sko þetta var 2 tíma keppni, brautin cirka bát 45 kilometrar eða svo. Ég man ekki hækkun, þetta er kannski 1000 metrar eitthvað svoleiðis. Já. 1500 metrar. Þetta var svona fjallahjólakeppni í rosalega gamaldags skilningi ef við hjóliðum 2 stóra hringi. Í dag er fjallahjólagreinin, hún er til dæmis búin að splittast upp í, þú ert með ólympíska fjallahjólarar og svo ert með maraþonfjallahjólarar og svo ert með fullt af öðru fjallahjólagreinum en þetta er það sem ég fókus á. Og ólympísk, það er 90 mínúna langa keppnir, rosalega staðlað því þetta er ólympíugrein. Maraþoni er svo, það er 60-160 kilometrar eftir í hversu flöt brautin er. Ég hef hjólað 120 kilometrar langar maraþonbrautir sem eru pönnuflatar og svo 80 kilometrar með bara hálfu Everest í hækkun. Rosalega ólíkt. Skiptirðu hjól á milli keppna? Þú veluður sérstakt hjól fyrir sérstakka keppni? Ég er enda bara með 1 fjallahjól sem ég nota í allt. Og hvernig er það full suspension eða hvað eru við? Já, þetta er teknilega atriði Þetta heitir Trek Super Caliber. 60 mm afturfjöðrun, 100 mm framan. Þetta er svona keppnis fjallahjól. Ok. Það er bara hugsað sem keppnishjól. Hvað er það þungt? Það er 9,8 kíló. Aha, flott. Sem er mjög svona, já, þetta er fín þyngd fyrir fjallahjól. Ég er samt ekki hættuleg.
algjörlega. Fyrirgeðu, þú varst að tala þú 2014, nú keppir þarna í kategóri 1. Já, og bara mér til mikill að fyrir þú, ég myndi alveg segja að ég hafi nokkuð mikið sjálfströst, ég hef alveg trúið sjálfum mér, ég get alveg litið stórt á sjálfum mér og það er mjög mikilvægt í svona sporti. Þú þarft að mæta á línuna og hugsa ég ætla að vinna í dag. Ég gera það á heimsmeistaramóti, ég var sennilega aldrei heimsmeistari, en ég mæti samt á startlínuna og hugsa ég ætla að vinna í dag. Okay. Þetta er bara svo mikilvægt, þetta er bara hugafarið. En þarna, þetta komið rosalega óvart. Allt í henni bara árið vissa, var ég bara hjólandi með einhverjum 2 öðrum. Við erum bara 3 manna hópur, við erum búin að stinga alla aðra af og hjólum hérna einhverja 90% af þessari leið þá við eigum bara örfá kílómetri eftir og það eru nokkra brekkur þarna og ég bara fæ þessa hugmyndi í kollina, ég ætla bara inn að hjóla í burtu. Svo bara texta. Hvers að hjóla þessi flóknar? Já, nákvæmlega. Þetta er rosalega einföld íþrótt. Ég ætla að hjóla í burtu. Nei, sko fjallahjólur eru mjög einfaldar og það er rosalega einfaldar en ekki auðveldar. Þetta er rosalega þægilegt svona konsept í keppni að þetta er til að byrja með er þetta eins mikið einstakling svo að verður. Í götuhjólurum ertu í tabli. Þú ert að hjóla með öðrum, þú ert að hjóla í hóp, þú ert að passa upp á vindmótstuð og þú ert með endalisa pælingar. Sími. Þetta var sími minn. Í fjallahjólurum þá þarft þú samblöndu af því að vera sterkur, þú ert að hafa úthald og svo þetta að vera tæknilega góður. Af því að við erum að hjóla flókna brautir og allt þetta. Jú, þú þarft smá heppni með þessu. En í flestum tilvikum þá er það sá sem er bestur sem vinnur. Sá sem er sterkastur og tæknilega bestur, hann vinnur. Okay. Sem þýðir að ef þú stendur þig vel þá er það þér að þakka. Ef þú klúður þá er það þér að kenna. Og fyrir einstakling eins og mig sem er rosalega mikið upp að sjálfur mig komið, þú veist, ég er rosalega mikið fyrir að gera allt sjálfur, vill vera minn eigin herra, þá er rosalega gott fyrir mig að geta þakka sjálfur mig fyrir að vinna keppni. Og þess að svona litast pínu yfir á hvernig ég stend mig í götuhjólurum sem er öðruvísi grein en ég hjóla götuhjólakeppni svolítið eins og ég sé á fjallahjóli. Maður reynir ofta að vera bara sterkar en hinn og stundum gengur upp og stundum ekki. Já, þetta götuhjólur er náttúrulega snýst svo mikið um að drafta og vera í kjölsögin af hinnum og spila þetta svona eins og skák. Já, svo mikið taktík sko. Já, og líka spara sig fyrir einhvern endasprett og bla bla bla. Okay. Miklu minni taktík í fjallahjólurum sem gerir þetta einfaldara en eins og ég segi, það er ekkert auðveldara við þetta. Nei. Þú getur séð einhver af bestu götuhjólakeppendum heims ekki eiga fræðilegan möguleika í fjallahjólakeppni. Bara glimtu því. Eitt besta dæmi sem við eigum á síðustu árum er Slóvaki sem heitir Peter Sagan sem er sennilega þekktasti götuhjólar í heiminum í dag. Var hann ekki heimsmeistari eða? Heimsmeistari 3 ári röð. Já. Ef maður rétt 2014, 15 og 16. Hann tók þátt á Ólympíuleikunum í Ríó 2016 í fjallahjólum en ekki götuhjólum og hann átti ekki séns. Já. Bara glimtu þessu. Hann var rosalega sterkur allt það en hann byrjaði að klúðra hlutum bara strax. Springdi dekk og ég veit ekki hvað og alls konar vesen á hann og þarna gaf hann heiminum rosalega góða hugmyndum hvað það að flakka á milli greina er bara alls ekki sjálfgefið. Og það er ekkert sem segir að þú bestur í þinni grein sért góður í annari grein. Einmitt. En eins og fyrir mig, ég meina ég er í öllum greinum og fjallahjólið er mín svona aðalgrein af því að það er það sem ég ger í útlöndum. Veist, það er það sem ef ég ætla að kalla mig atvinnu íþróttamann þá er það í fjallahjólurum. Og fattar þau þarna 2014 að þetta væri svona þitt sérsvið? Já, þú veist, þarna svona hugsa maður ég man bara rosalega vel eftir þá keppni að ég var bara skyndilega með allt aðrar hugmyndir hvað ég gæti gert í þessu sporti. Já, ok. Varstu mögulega þarna að horfa eitthvað aðeins meira á götuhjólreiðar eða þú veist, þú hefði geta fallið báðum megin? Ég hugsa að ég hafi hort ansi jaft á alla greinar þessu tímapunkti. Okay. Ég hef alltaf verið meiri fjallahjólari, ég byrjaði fjallabruni
þegar maður var að byrja að hjóla þá snýrist allt að hjóla eins rætt niður, Já. brekkur og maður gætt svona adrenalín úlinga rosalega Gerpi. gaman, maður var bara hoppandi fram á bílskurum og eitthvað svona og með eitthvað YouTube channel já, ég meina þetta er bara gaman og að mínu mati er þetta besta leiðin til að fá krakka og unglinga inn í sportið. það eru bílskúrarnir. Já. Þú veist, bara að leika sér þetta snýst svo mikið að leika sér áður en þú fer að taka þetta alvarlega að því að þeir sem gera hlutina þeir sem ég líka að segja gera hlutina rétt en þeir sem kannski fara inn í sportið á réttum forsendum þeir enda á því að vera komnir á mjög góðan stað eins og ég líta sjálf á mig að það sem er erfitt og mikil vinna og kannski flókið stöf það er það sem mér finnst gaman. Ég er að leika mér þegar ég er að taka brekkuspretti, endurtekningar og eitthvað svona dót. Það er það sem mér finnst gaman. Mér fannst einu svona rosalega gaman að vera á BMX-hjóli, að reyna að snúa mér í ringi og æfa eitthvað backflip og eitthvað drasl sem ég bæði veg kann ekki. Svo langaði mann að stökkva fram á hústökum og svo langaði mann að fara eins og maður gat frá toppnum óluselli alveg niður í botnin sko og svo allt í einu ég gæti ekki útskýrt fyrir hvernig það virkar en einhvern veginn hægt og rólega þróast maður í áttina því að ekki bara hjóla niður brekkur á fjalli og litur upp þar líka og þannig viss að var mér byrja að finnast langt skemmtilegast að ná þessum rythma. Ég held að ég hafi ekki haft raunverulega gaman af almennum fjallahjólurum, svona cross country fjallahjólurum fyrir en ég var orðin nógu sterkur til að geta hjóla hratt upp og niður sem fann svona annan balans þannig að maður gæti byrja að fara rosalega hratt þannig að það sem virðist vera fyrir eitthvað leiðilegt svona þú veist, maður er ekkert að fara fram að einhverjum klettum eitthvað svona drasli allt í hennu var það orðið spennandi að því ég gæti farið það svo hratt og ég held að það hafi verið svona dormandi í mér allan tíma að fjallahjólar eru sennilega það sem ég myndi fókusa mest á en þessi keppnina 2014 klára hana, vinna hana og ég er alltaf inn bara komin upp á svið á velunapalli og það er bara svona mér leið eins og ég væri bara bestur í heiminum í smá stund þetta var svona, að þetta var svo stórt stökk og þetta kom svo mikið á óvart ég bjóst aldrei við að geta skroppið til Bandaríkjanna og unni fjallahjólakeppni einmitt meikar alveg sens að sanna sig á Íslandi og svona í miklu minni samkeppni en að fara til Bandaríkjanna. Já, ég meina þú veist ekki maður vilja tala neitt niður en Ísland er afskaplega lítið land. Já, bara 300.000 móti 300 milljónum, þetta er bara Já, og sko til þess að gera þetta ennþá meira þá er hjólreiðar eru afskaplega lítil íþrótt á Íslandi, litlu landi. Já. Þú veist, við erum ekki hjólreiðar þjóð. Ef við horfum á Danmörku þeir eru með nýjasta Tour de France og þeir eru með heimsmeistara frá því þeir eru 3 eða 4 árum þetta er hjólaþjóð 100% en þeir eru líka tölvöld fleiri við erum bara því miður það er rosalega auðvelt að segja að Ísland sé óhagstætt land fyrir hjólara viðfarið, landslægið fjarlæðin frá öðru löndum það er fullt af hlutur sem getur talið upp en ég er náttúrulega ég leita á það þannig að þegar ég var segjum bara að ég hafi verið komin á toppinn á íslenskum hjólurum ég gat unnið næstu því hvað sem er og ég gerði það svolítið 2014 það var ár sem ég vann næstu í alla keppnir sem ég tók þátt í og mér leið bara rosalega vel með þetta en það var alltaf þetta ég þarf að gera meira ég þarf að fara lengra maður er aldrei sattur og þannig að ég til að byrja með er orðin sæmilega áberandi í sportinu þannig að þeir sem eru í sportinu þeir vita af mér þeir vita að ég er orðin helviti góður í þessu og ætla með meira og svo gerist það þarna þetta var ég man ekki janúar eða febrúar 2015 þá er ég á Tenerife æfingarferð með Karen Axels og æfingahópnum hennar og þar eru nokkrir mjög góði vinir mínir og þar á meðal Birgir Már Ragnars sem er einn af aðalmönnunum hjá Novator sem er fjárfestingafyrirtæki hans Björgúrs Þórs
hann er rosalega mikill hjólari og var í þríþraut. Átti Íslandsmetið Hann Ironman? átti Íslandsmetið Ironman. Sko, er þetta rétt hjá mér? Karen á Íslandsmetið Steinn á Íslandsmetið 9.24 í Ironman. Síðan slær Karen það og er líka 9.24 og síðan Birgir líka, hann slær metið á eftir Karinni ef ég mann það rétt og það er 9.24. Já, þetta allt bara eitthvað nokkrar sekundur. Já, ég held það. Ég ætla ekki að þykjast vita meir en ég geri, en ég held það. Nei, fólk finnur mig bara í fjöru ef þetta er rangt farið með þetta. Ég ábyrgist þetta bara. Það sem við vitum er að hann bætti Íslandsmetið og átti það. Einmitt. Sem ég finnst geggjað. Já. Ég meina þarna er gæi sem hann ætlar að gera eitthvað og hann fer 120% inn í það. Einmitt. Og fólk svona á fjármálamörkuðum það oft finnur sinn farveg í þólíþróttum. Það bara þenni eitthvað hjól. Já. Bring it. Já, ég meina þetta er toppnáðingi og þarna vorum við að hjóla upp og niður alla brekkunnar á Tenerife og nokkur aðrir rosalega góður hjólarar og í lok ferðina þá bara grípur hann mig og segir, heyrðu, mér langar að hjálpa þér aðeins með þetta. Býður mér slatta pening og áður en vita við erum bara komið með 2 ára samning við Novator og þá er það bara orðin minn stærsti styrktaraðili. Þetta er bara einfalt konsept. Þarna eru menn sem hafa áhuga á því sem ég er að gera og þeir hafa áhuga á því að hjálpa mér að ná lengra. Sjá hvað ég er að gera og vita stökkið sem ég þarf að taka til þess að ná lengra. Ég þarf að taka þetta stökk yfir í að æfa eins og atvinnumaður og ef ég ætla að gera það þá þarf einhver að borga fyrir það. Það þarf einhver að hjálpa mig með fjárhagslegu hliðina og það er sem ég segja, þetta er í rauninni stærsti þröskuldurinn í þessu og þetta er stærsta þetta er svona ákveðið svona leap of faith, maður notar enskuna þess, að á þessum tímapunkti ég var í ágætri vinnu, ég var forritari hjá Dohop og ég var í tölvunarfræðinni í HR, hætt í báðum. Í alvörunni? Já, ég meina, ég var bara ég vonaði að minn fyrirverandi vinnuveitandi sé að hlusta en ég hugsaði bara hjól á meðan ég var í vinninni. Ég var bara, hvað ætla ég að gera á hjólinu eftir vinnu? Mér langaði bara að vera ógeðslega góður á hjólinu og ég fékk þannig að tækifæri til þess að sjá hversu langt ég geti náð og ég bara tók það. Fluttum til útlanda, ég og kærastan, fluttum til Hollands sama ár og ég byrjaði bara að taka þátt í alls konar keppnum í útlöndum. Fyrir Bandaríkjanna keppa, Þýskalands, Danmörkur, Svíþjóðar, Hollands, Ítalíu, Spánar, út allt. Keppti alveg sjúklega mikið 2015. Ég ætlaði að hámarka hvað ég geti gert á einu ári. Það var svona, mér langaði bara svo mikið að gera svo mikið. Ég langaði bara að gera allt og ég reyndi að gera allt. Sem er bara frábært menn þetta var bara geggjað á sko. Já það, var þetta ekki overbort? Ég held að það væri að næsta, að þú hefur bara gert of mikið og endaði ofþjálfun. Nei, ég sko, ég myndi nú ekki kalla þetta einhvern góðan kafla en ég var stoppaður af mótorhjóli ég man ekki hvernig þetta var í nóvember held ég 2015 þá ég var búin að eiga geggjað ár ég var nýbúin að klára Evrópumeistaramót í cyclocross og þetta var eitt af fyrstu mótorum sem Ísland tók þátt í eitt af fyrstu stóru mótorum EM og HM við höfum ekkert verið að mæta í þessu mót þarna var maður mættur á eitthvað EM í cyclocross sem var geggjað svo bara 3 dögum seinna var ég bara út að hjóla út í Hollandi sem við byggum og allt í einu hjóla ég við gutt og ég fæ mótorhjól í liðina á 80 km hraða. Þetta er 2015? Þetta var 2015. Ég held, já, akkurat. Þannig að þarna sko þetta var ekkert frábær tími finnst mér sko, eða svona þegar ég hugsaði tilbaka maður var svo nýbyrjaður nýkomið með einhvern rosalega góðan styrktaraðila og maður var nýbúin að flytja til útlanda við fluttum til útlanda í ágúst þetta var 2,5 mánuði seinna. Nei. Já, sem maður var valla byrjaður og
Já, maður var á leiðin inn í geggjaðan æfingavetur og maður var búin að teikna upp alveg rosalegt plan fyrir næsta ár, ætlaði á HM í alls konar. Þetta átti að vera bara geggjað ár, sko, svo náttúrulega lendi ég þessu. Og þetta tiltölulega alvarlegt tilfelli. Hvað gerist? Þú ert bara hjóla út á götu og allt í einu bara, hvað er það síðasta sem manst frá árekstinum? Sko, ég man ég las mér aðeins til þetta þegar heilin lendir í nógu alvarlegum skaða þá þurrkar hann út minningar til þess að passa geðheilsuna. Í alvörinni? Þannig ég man ekki eftir neinu nema að ég fór út að hjóla morgunin og ég var svo allt í einu á spítala held ég daginn eftir eða 2 dögum seinna, ég man ekki hvort. Allt annað þarna bara þurrkað út, það bara búið að henda minningunum. Þú manst ekki eftir því veginum sem þú varst á eða... Nei, ekki neitt. Það bara... ekki einu svona eitthvað svona, síðan leiti bara til hliðar og ekki svoleiðis, eða eitthvað svona þetta gerist í slow motion en eitthvað svoleiðis. Þetta er því miður ekki einhver Hollywood mynd, sko. Það er bara, þetta er basically bara ég fer út að hjóla og svo allt í einu ég bara í spítalrúminu, sko, og spekulara hvað er í matinn. Og hvað gerist þarna á milli? Hvað lítur einhverjum búin að segja þér hvað gerist þarna í millitíðinni? Já, sko, það sem gerðist náttúrulega ég fekk hann að mótorhjóli í liðina og við vorum báðir að fara í svona, við vorum að mætast á gatnamótum og það var bíll sem var á milli okkar, var svona, já, blokkaði sýnina fyrir okkur báða. Hann fyrir mig, ég kastast einhverja metra til hliðar, lendi á hausnum og fæ þess að blæðir innan á hauskúpin á 2 stöðum og ég er með þetta 12 cm langa aftan á hausnum eftir þetta og það kemur einhver að finna mig og það mæta einhverju sjúkraliðar og mér skilst að þeir hafi bara hort á mig og verið bara nokkuð nefn búin að ákveða að ég var bara dauður. Þetta var bara þannig. Þú liggur bara meðvitundalaus í jörðinni? Já, bara algjörlega í klessu og handlegsbrotnaði líka, það var til þessi fíni nýju olbúi hérna. Já, ég sé mitt að þarna er einhver verksummerki. Já, það er eitthvað hérna. Já, anskotin maður. Já, þetta er alveg geggjað, sko. Ég er með slatta títaníum plötum og skrúfum í höndinu, þannig að ég myndi segja að ég sé svona svona einhver innvortis tattoo, mætti segja. Já, ég er hálfgert vélmenni. Ég myndi segja það líka. En ég er allavega títaníum styrstur. Jú. Þú ert bara með hjálm þarna? Já. Hjólreiða fólk er náttúrulega... Alltaf með hjálm. Já, það er alltaf með hjálm, en það er náttúrulega ekki vel varið í umferðinni. Nei. Langbest er að vera bara á einhverjum vel þungum pick-up. Heldur betur. Ég meina, maður er afskaplega berskjaldaður. Já. Á einhverjum 8 kílóa karbonramma þarna. Já, ég meina, þú veist, það er maður kannski hugsa ekki mikið út í það, því að tölfræðilega séð þá það er ekki það mikla líkur á að þú sett að fara að lenda í einhver svona slísi og deyja út af því. Þú getur líka bara að rasa fram einhverjum kanti og lenda á hausnum og þú getur dáið. Það er ákveðnir hluti sem, jú, ef þú lítur á því ákveðnu ljósi þá eru stóra hættulegir en þetta er ekki svo slæmt, almennt séð. Þarna hins vegar get ég 100% með fullri sannfæringu sagt að ef ég hefði verið hjálmlaus þá væri ég dauður. Sjúkraliðinni sjá þig og þeir bara halda á sért átt? Já, þeir voru nokkuð öryggir á því að þetta væri bara búið spil. Já. Og þarna gerist eitt sem ég finnst ólega gaman að segja frá. Þetta er uppáhaldsaga mín. Að þegar í Hollandi, þegar það er umferðarslys og það er annarkvort rosalega alvarlegt eða þetta er meðlumur í konungsfjölskyldunni sem er að lenda í þessu slysi, þá er kallað út sjúkrabíll og það er kallað út þyrla og þau eru í einföldustu myndinni í kappi. Já, það er bara reis, hvor er undan? Sá sem er undan, hann næri. Og þarna í myndtöfulli þá var sjúkrabíllinn undan og þegar sjúkrabíllinn er á leiðin tilbaka þá eru fullt af löggubílum búin að koma sér fyrir á helstu vegum, þannig að sjúkrabíllinn getur bara bókstaflega verið í botni alla leið upp á spítala. Það er engin fyrir honum, það er búið að stoppa umferðina, það er búið að stoppa allar
alls konar svona það var bara á milljón það skuttlaði mér upp á spítala Einmitt. mér finnst þetta sjúklega spennandi ég náttúrulega man ekki eftir inn á þessu en þetta finnst mér rosalega cool sko. Já, ég tek alveg undir Já, hvernig fór sko. Já, og svo náttúrulega líka sko, það er svo mikilvægt að vera með þetta jákvæða hugafar ég er ekki að segja náttúrulega sorga sögu hérna ég er bara að segja einu svo litið í slísi og eitthvað Einmitt. Þú veist, mér finnst þetta mjög mikilvægt ég get ekki talað þetta og þeirra tárin sko. Þú veist, það er bara þetta er eitthvað sem gerðist og ég liði þetta af og ég er í góðum málum í dag þannig ég segi þetta sem góða sögu en það er ekki til að syrgja þannig ég var bara komin upp á spítala og á meðan ég er á leiðinan upp eftir þá er einhver læknateymum búið að setjast niður og halda einhvern skyndifund af því að þarna þarf að ákveða hvernig á að gera aðgerðin á mér það er sem sagt það er víst þannig að þessi 2 staðir innan á hauskúpunni þar sem blæddi ég ætla að passa að vera ekki tæknilega einhverju rugli en að því að það er einhverjar læknaskýrslur sem lýsa þessu mikið nákvæmar en ég get gert en í rauninni önnur blæðingi var á leiðinni áttin á mænunni og ef hún hefði komist þangað þá hefði ég annarkvort lamast eða dáið hinn blæðingin er öðrum stað og læknarnir þurfa að ákveða eitthvað sem þeir hafa vist ekki gert áður á þessu sjúkrahúsi sem er eitt af bestu sjúkrahúsum í Evrópu, í Rotterdam hvernig á að gera aðgerðina á báðum stöðum í einu hafa ekki gert þetta áður okay. ekki stressandi við það sko en ég menna þið fundu út úr þessu mér bara dundraði aðgerð og það hringdi í kærustuna hún er fengin upp á spítala og það er bara grjóthart sagt við hana þú þarft að fara og kveðja kærastæðin Nei, það er símtalið sem hún fær Já, þetta er bara ákveðin ráðstöðun af því að þú veist ekki hvað gerist og þú vilt ekki sleppa þessu skrefi ef þetta endar illa þannig að ef þú ert að fara í aðgerð þar sem líkunar á að það gangi upp eru það lágar þá náttúrulega verður að gera þetta þú verður að ná kærastan eða kærastin eða hver sem þarf að fá svona þetta closure fyrir aðgerðina Þannig að í rauninni þú ferð út að hjóla á morgunu eins og gerir alla aðra morgna og það næsta sem að hún veit er bara þetta símtal að þú þarfst að koma og þú hlýtur nú að hafa rætt þetta nokkuð, eða þú veist, þegar við farið nokkuð ítalega yfir þetta hlýtur að vera þvílíkt áfall Þetta er rosalegt áfall og enda hefur maður vorkennir aðstandinu mikið meira heldur en manni sjálfum í þessum aðstæðum ég myndi kalla mig bara heppin að hann var ég bara meðvitaðlaus og ég var bara býðið þetta aðgerð hún þurfti að díla við þetta allt hún þurfti að upplifa þetta allt ég var ekki tilbúin í það Og fékk hún að sjá þig í henglum þannig? Já, ég var örugglega einhverju afskaplega ég sennilega ekkert verið svo flottasti sko Nei. en hún fekk að kveða mig og svo fór ég bara aðgerðin en það gekk upp svo bara kom ég úr aðgerðinu og vaknaði og ég svo sem var ekkert hvar er ég? Nei. En það var mjög mikilvægt fyrir mér að eina fyrstu spurningunum eftir að ég vaknaði var í lagi með hjólið Akkurat hversu skrýtnar forgásaðanir eru í gangi í hausnum á manni að maður er að velta fyrir sér hvernig er hjólið Læknirinn voru bara gauður, þú ert á réttri hillu Akkurat, nei, þú veist, hjóli var enda glænýtt það þótti rosalega vænt þetta hjól á þessum tíma var ég og ég var búin að vera í nokkur ár á þessum tíma að keppa fyrir kríu var þessu fína specialist hjóli mér þótti svo vænt það sko það var fyrsti hjólótturinn á þessu hjóli Nei, þá skil ég nú og ég hugsaði sko nú þarf ég að fara að heyra í honum David eiganda kríu og David verður ekki sáttur ég hafði bara mikla ráðgjör af þessu og þú veist, þetta er náttúrulega bara hvað er í gangi í hausnum á manni ég er bara næstu dóðana og ég byrjar að velta fyrir mér hvernig á ég að útskýra nýja hjólumiti brotið en þú ert alveg, ég meina það er engin, hvað maður að segja hvernig er recoveryð frá þessu veist, bara þurftur að læra eitthvað upp á nýtt, var einhver lömun eða, þú veist, og hversu langan tíma tekur aðgerðin? Ég reyndar ekki alveg með að reyna hversu langan tíma aðgerðin tók. Varstu lengir á spítala? Ég var í 2 vikur á spítalanum. Já, ok. Og eftir þetta,
sko fyrsta sem ég svona átta mig á er að ég get ekki alveg hugsað skýrt. Ég get ekki staðið upp, ég get ekki labbað, ég er ekki með fullkomna stjórn á öllu, því ég er svona svolítið leið bara eins og ég væri hálfgert græmiti sko. Já, ok. Allt nema þessi afskaplega sterki vilji til þess að slást við þetta. Þetta var bara verkefni og maður þurfti einhvern veginn bara að vinna þetta sko. Það er svona hugafærið, það fór bara strax að stað nokkrum dögum eftir að þetta gerist. Ég er ennþá á spítalunum og ég var að byrja að rífast við hjúkkunnar að mér finnst ég var í toppstandi og ég ætlaði bara að fara. Ég ætlaði bara að fara heim af því ég var frá heimsmeistaramót eftir 3 vikur og fólk bara horfa á mig ertu ekki lægi maður? Þú ert í engu standi, getur bara að labba sko. En þetta var bara það sem ég ætlaði að gera, en svona hægt og rólega síðist þetta inn að maður er kannski ekki í toppstandi og þetta er svolítið stórt verkefni og maður þarf svolítið að takast á við þetta. Þannig að fór ég ég fór bara í gennum þetta ferli að ég þurfti að ná styrk í lappirnar aftur og þurfti að ná þessari samhæfingu aftur að geta sett hægri fótinn fyrst, vinstri fótinn svo. Þetta var bara rosalega erfitt fyrst. Þannig að það er alveg smá endurhæfing. Já, þurfti að halda jafnvægi og það var rosalega stórt skref þegar ég gæti byrjað að labba niður tröppunar niður í kjallarann þar sem var svona æfingasalur. Þar var svona spinninghjól. Ég gæti hoppað á það hjól og ég gæti hjólað og ég var bara, wow, rosalegt. En ég hafði ekkert úttælt, ég hafði engan styrk, lappina voru búin að breyta sér tannstöngla, ég gæti bara hort á vöðvana hverfa. Já, það? Já, þetta er rosalega pínlegt. Ég reynda var ekkert að hjálpa sjálfum mér þessum tíma, að ég var eitt í öllum kvöldstundum í símanum með tölvuna að fletta upp hversu hratt visnar líka minn. Já, einmitt. Ég var ekkert að hjálpa sjálfum mér þarna. Nei. En ég var bara að lesa mig til hversu vondum málum er ég að fara að vera í þegar ég get byrjað að æfa aftur. En þú varst alveg vissum að þú geti byrjað að æfa aftur þegar þú ert þarna að æfa jafnvægi og samhæfingu og svona. Ert þú þá alveg bara, nei, ég er samt að fara, bara eftir ár verði ég bara besti hjólarinn sem ég á æfinni verið? Já, sko, þarna er, eins og ég er alltaf að segja, þarna er hugafæri sem kemur sterkt inn. Þarna var ég búin að ákveða að ég ætlaði að verða geggjaður aftur. Ég hafði ekki hugmynd hvort ég gæti það og ef ég hefði spurt einhvern annan það hefði sannlega fengið nei við því. En það var bara ekki tekið í mál. Ég gæti ekki samþykkt það. Ég gæti ekki samþykkt að eitthvað sem þessi draumur sem ég á að byrja að lifa, að ég var próhjólari á nýbyrjaður. Ég gæti ekki samþykkt að þetta verið búið strax. Ég átti svo mikið eftir og svo mikið sem ég þurfti að gera. Þannig að ég var bara með þennan rosalega mikla fókus á að ég ætlaði að ná mér en ég hafði ekki hugmynd hvort ég gæti það. Ég þurfti bara að taka einn dag í einu og 2 vikur líða. Nóatól tók sponsið tilbaka? Nei, þeir voru mjög góðið við mig. Flestir, allir sem voru að styrkja með þessum tíma, þeir höfðu trú á mér sem var frábært. Maður fekk þetta auka ár til þess að sanna sig og þarna ætlaði ég heldur betur að sanna mig. Ég fór í gegnum ég átti eftir að fara í 3 vikna endurhæfingarferli eftir spítalan og það í rauninni fór þannig að ég fór í gegnum einhverja röð af prófum hjá einhverju lækni í endurhæfingarstöðinni og ég stóð mér svo vel í þessum prófum að ég labbaði út eftir 3 klukkutíma. Okay. Þannig að 3 vikur breytist í 3 tíma. Geggjað. Ég labbaði heim, fekk mér að borða og byrjaði að velta fyrir mér hvenær má ég komast á hjólið. Eða öllu heldur hvenær get ég stólist út að hjóla þegar enginn sér til. Og þú varst ekki neitt hræddur við hjólið eftir þetta? Eða svo að, hvað maður segja, svona var þig? Sko, það er stór kostur við það að lenda í alvarlegu slysi sem er það alvarlegt að maður man ekki eftir í. Akkurat, ok. Þetta er vel rannsakað fyrirbæri. Ef þú manst ekki eftir slysinu þá er afskaplega lítið sem heilin gerir í framtíðinni
sem færi til þess að rifja eitthvað upp, það er engin viðbrögð, það er ekkert svona Nei. ég er ekkert umferðarhættur, ég er Nei. ekkert hrættur við bíla, ég er ekki hrættur við neitt þannig séð þú veist hvað ég við hérna þarna bara ég gæti bara haldið áfram með sama haus og ég var með áður ég var bara ekki alveg með sama líkamann, ég þurfti bara að vinna í því þannig að ég skrapp alltaf bara eins og maður gerir skrapp bara í 5 vikur til Tenerife og hjólaði bara eins og vitleysingur sko. Everestaður á Tenerife? Ekki þá, það var ekki orðið þekkt hugtæk þá held ég, en ég gerði það fyrir nokkrum árum. Getur útskýrt hvað er að Everesta? Að Everesta, já þetta er geggja sko, minn besti hjólavinnur Hörður Ragnars við fáum reglulega svolítið svona háleitar hugmyndir hvað við viljum gera á hjólunum okkar og ég man ekki, ég held að þetta verið 2019 eða 20 þá var ég í skrapp til Tenerife í smá svona ég myndi ekki sem ég kalla þetta æfingarferð, ég var bara að hjóla þetta var í lokin á kennistímabilinu æðislegt að fara að vera fulltime hjólari og skreppa í svona ferð í lokin á kennistímabili af því að þarna hafði ég engar væntingar það var engin ábyrgð á sjálfum mér að halda mig við ekkert form á æfingum ég var bara að leika mér og við náttúrulega hann kíkir yfir hann í viku eða 2 og við bara allt í henni herðu ef að Everesta já, ok, hvað er að Everesta? Það er að hjóla í einum hjólatúr samanlagða hæð sem er 8.848 metrar Mount Everest ná hækkun upp á það sem er náttúrulega, já, hæðina Everest það er strangt til tekið þetta að gera þetta í sömum brekkunni til þess að þetta sé viðurkennt af einhverjum æðri völdum en okkur var svo sem alveg saman það sömu brekkunni þá aftur og aftur og aftur já, þetta er svona endurtenningar það er leiðilega það er ekki mjög spennandi en við fundum spennandi vinkil á þetta sem reyndar svona stökkbreyttist í eitthvað mjög skrítið dæmi í lokin að á Tenerife þá varstu með einna lengstu malbikuðu samfelldu brekkum í heiminum mann ekki held þessi 32 kilometrar hvað sem mikið hækkun? 2200 metrar Wow. þannig að hvað er 2200 sinum 4 það er Bingo. cirka bát Everest við bara, þetta er gefið Já. þannig að við hjólum þessa brekku sem tekur mjög góðan hjólara rétt undir 2 klukkutíma hjóla á fullri keislu en við alltaf vorum ekki að fara að gera það við vorum bara að hjóla þetta 4 sinum þannig að við vissum alveg að við þurfum að gefa okkur allan daginn í þetta þannig að við eins og maður gerir leggum að stað klukkan 4 nótt í myrkri með ljósin á hjólunum með bakpoka fullan af nammi ég var með fullt af nammi ég var með fullt af sykri að því að sykur er það einfaldasta og auðveldasta fyrir líkamann að vinna úr Sugar is king akkurat þegar maður er komin í mjög slæmt ástand þá þarf maður einfalda orku og maður þarf eitthvað sem maður langar í það sem mér finnst ekki dúalega gaman að borða dagstaglega er klárlega ekki það sem mér langar að borða þegar ég er búin að hjóla í marga klukkutíma og ég er ekki svona hálfnaður með það sem ég ætla að gera í dag þannig að ég var mér fullt að nammi á mér hjólum hana upp frá sjáámæli upp í 2200 metra hæð upp á einhverju eldfjalli einhvers staðar út í sjó og við sjáum sólarupprásina og við sáum fjallið allt fjallið, öll eyjan var svona rauð í smástund ég hef aldrei séð annað eins þetta var alveg geggjað þegar við vorum hana fyrir ofan sólinu við vorum fyrir ofan skíin og sólin kom hann upp og þetta var svona ævintýri sko. Komum á topp ég man ekki, ég held að það var verið 3 tíma eða þessu eða eitthvað og við vorum búin með 1/4 af deginum Já. og við hjólum niður og þarna alltaf kemur svona smáatrið í þessu að ef þú ætlar að Everesta þá þarftu að hjóla upp og þú þarf líka að hjóla niður Einmitt. þannig að þetta lengi daginn þannig að við hjólum upp og við hjólum niður Hvað ertu lengi niður? Ég var einu sinni með besta tíman niður þessa brekku ég held að þetta sé 5. besti í dag þá er ég í cirka bát 32 mínútur að þessu þetta er 32 kilometrar þannig að þetta er 60 kilometrar meðalfræði Ok, og er þetta tæknilegt eða? já Þetta er það? Já, Nú, það er ok. mikið af svona, við köllum þetta switchback beigur
þetta er svona rosalega kröpp, hægri, vinstri svona lykkjur, besta leiðin til að komast ná malbikuðum vegi upp einhverja bratta brekku sko. Ég held að það væri bara einhver renna, þú væri bara komin á 80 km hraða. Nei, sko ég næ auðveldlega 90 km hraða á leiðin niður þessa brekku á nokkrum góðum köflum. Já, okay. En 60 km meðalhraði þýðir að þú ert með 100% fókus á að hjóla mjög hratt niður brekku í meir en hálftíma. Já. Þetta er töluvert erfiðara fyrir hausinn heldur en líkamann. Þetta er svona mental load bara. Heldur betur. Það er allt á fullu. Já, þú veist, ég myndi náttúrulega ekki líka þessu við eitthvað eins og að vera í formúlubíl, en þetta er á sama svæði sko. Þú veist, þetta er svona að því að þú ert með þessa formúlugæja, þeir nota rosalega mikið af sínum æfingatíma í að æfa hausinn, þú veist, að halda mental fókus allan tíman, og þarna maður svolítið þar ef maður að drífa sig. Já. En við vorum ekkert að drífa okkur, við vorum í úthaldsverkefni. Okay. Og En fyrir ekki, þú ert alveg að petala þarna niður eða? Já. Maður hjólar alveg, þú veist, maður er ekki bara sitjandi og rúllandi sko. Nei, en þú veist, þetta er ekkert samburðahæft við að fara upp? Nei. Ekki svona nálægt sko. Meira bara hausinn? Já, þú veist, þú ert í 3 tíma leiðin upp, þú ert í hálftíma leiðin niður. Einmitt. Það tekur alveg svolítið á að hjóla hann upp. Já. Og við hjólum hann upp og svo hjólum við niður á botn. Við erum komnir hann niður að sjáamáli og við tökum uppbeigi og við hjólum við nákvæmlega sem við brekku aftur. Þetta hef ég aldrei gert. Nei. Ekki með svona rosalega langa brekku. Hjólum á topp aftur og leiðin upp á topp, þá veðrið búið að breytast svolítið. Við allt í einu byrjar að hjóla inn í einhverjum skýjum, það byrjar að vera svolítið kalt, í 200 metra hæð, þá svolítið öðruvísi veðurfar og við erum farnir að komna svona smá efasemdir hvernig við ætlum að leysa þetta verkefni ef það byrjar að vera kalt eða ég vil byrja að regna hann upp í fjalli. Þannig að dagurinn svolítið breyttist þarna í seinni ferðin upp. Þannig að við förum upp á topp í annarskiptið, erum það konum með 4400 metra og þarna er komið sko hádegi og við erum búin að vera út að hjóla í 7 eða ég vil 8 klukkutíma og við erum hálnaðir og við hjólum mér að botn og að því að ég er afskaplega hreinskilin með þetta þá förum við beint á Burger King og við fáum okkur fullt að borða. Við ætlum ekki að flæka hennan dag sko. Við vorum ekki að fara salatbærin til þess að Everest það. Nei. Og við sitjum hann á Burger King og við erum að hugsa hvernig erum við að fara aftur upp á topp? Er það sniðugt? Nei, þetta ekki. Nei, sleppum því. Förum hálfa leið upp núna. Við förum hálfa leið og svo förum við aftur hálfa leið og þá erum við komin í 6600 metra og tökum stöðuna svo. Og þegar við erum komnir svona áleiðis með þetta, við erum farin að nálgast þessar 6000 metra og við erum svona, að því að við náttúrulega við erum rosalega góðu vinir Jóhauður en það er x mikið sem við getum lagt á vinasamband upp að því marki að menn þurfa kannski að hætta að hjóla saman í smá stund. Ég byrja að hjóla svolítið undan honum og bíða. Ég er að leyfa honum að hjóla sínu hraða og ég hjóla mínu hraða. Við erum að gera þetta saman en við erum ekkert endilega allan tíman ón í hver öðrum. Menn þurfa að hafa sitt space. Þannig að við komum upp á topp, eða sett hálfa leið upp á topp, komum með 6600 metra og það er byrjað að skyggja. Það er bara að koma kvöld. Þarna erum við, finnst eins og við höfum verið komnir í 12 tíma þarna eða eitthvað svoleiðis. Og hjólum niður í botn, fyrir á pítsastöð. Fáum okkur að borða. Það var að passa bensínu sko. Ef ég man rétt þá held ég að ég hefi eytt 8000 og eitthvað kaloríum í þetta. Þú veist, það er rosalega mikið af orku á einum degi. Ég hefði haldið mögulega meira. Já, sko. Þú ert samt svo efficient sko. Þú ert orðin, hvað ert það þungur? 68 kíló. Já, þú ert ekki að burðast með mikið. Nei, og svo líka bara þegar maður er komin í ágætisform þannig að maður er orðin sæmilega svona þú ert mjög skilur hagkvæmur. Já, þú veist, vinna er vinna bara eðlisfræðina baku þetta þannig að ég þarf alltaf að eyða x mikið orku að koma mér upp. Já. En ég sparaði líka orku á leiðinni niður og svona. Einmitt. En ég var samtalið að passa tróða vel í mig sko. Þannig að eftir þessa pítsu þá byrja að velta fyrir okkur við erum ekkert að fara aftur upp þessa brekka því að það er komin myrkur, það er komin umferð það er pínu kalt, þannig að við förum alltaf nær og nær ströndinni. Þannig að það er fínasta brekka nálægt ströndinni á amerísku ströndinni á Tenerife,
sem fer fram í svona golfvelli og í botninum á þeirri brekku svona helsta byggðinanna og við stoppum í einu sjoppu, fyllum vasan af nammi og drasli og súkulega og einhverju og við hjólum upp þessa golfbrekku aftur og aftur og aftur og aftur, ég held að við erum 10 mínútur með hana eða eitthvað svoleiðis, hjólum hann bara aftur og aftur og aftur og aftur, horfandi á mælin, horfandi á garmintækið, hugsandi 8.848 8.848, þú veist það var bara erum við ekki að vera búnir að þessi ég man ekki nákvæmlega en mér finnst eins og við höfum verið 17 klukkutíma að þessu anskotin tótal, þannig að við erum mættir upp í íbúð ég man ekki hvað er það, klukkan 9 eða 10 kvöldið þú veist, sama dag við lögum að stað klukkan 4 nóttina og við erum búnir að þessu í smá stund á leiðinni heim velti ég fyrir mér og ég sagði þetta upp á þetta ættum við að náma þetta upp í 9.000 við reyndum í smá stund ég held að við höfum hjólað í 1 mínútu eða eitthvað og svo hættum við vorum gjörsamlega búnir búnir andlega, búnir líkamlega og við höfðum orku mjög mikilvægt, við höfum orku í recovery pítsuna og svo bara steinur á þetta anskotin maður hjólreiðarnar náttúrulega eru ég bara svona ber þetta saman með hlaupin sko, þú veist, það ekkert í boði að fíblast eitthvað svona þú veist, ég ekki að segja að þetta sé auðveldara á hjóli, jú auðvitað vegalengdirnar og hækkun auðveldari heldur en að hlaupa sjálfur, en bara högginn og svona, þú veist, þetta er svo mjúk hreyfing að þú getur, það einhvern veginn erfitt að segja ég get ekki hjóla meter í viðbót þú veist, getur alltaf svona slætað aðeins lengra sko. Algjörlega, þetta alltaf þú getur borið saman hjólreiðar og hlaupa einhverju leyti en það samt afskaplega erfitt að gera það með vegalengdir, áreynslu tíma og eitthvað svona þú getur eitt meiri tíma á hjóli heldur en að hlaupa en það þýðir ekki að það sé eitthvað auðveldara það þýðir bara að þú ert sennilega með meiri dauðan tíma á hjólinu yfir þennan heildar tíma sem þú kallar æfingu eða áreynslu eða keppni eða eitthvað ég ekki 100% allan tíman að hjóla og til að byrja með, ég sit á hjólinu það er engin högg þannig ég er vélinn, ég er að koma mér áfram allt það en það ég er með hjálpatæki sem er hjólið og það sem gerir mér svolítið kleift að taka þessar mikropásur og vera kannski aðeins lengur að gera það sem ég er að gera sem er frábært, ég nýta þessi botn með hverju ári sem ég var eldri því meira hef ég gaman að því að hjóla langt við félaganir, hann hörðu við til dæmis tókum upp á því núna í sumar að við hjóluðum frá Reykjavík til Ólafsvíkur og tilbaka við hjóluðum þessar svokölluðu jökulmílu sem er Snæfellsnesið hann fór bara út á Nes Snæfellsnes hringurinn við djókuðum alltaf með bara ég hjólaði Snæfellsnesið en ég hjólaði alltaf þangað og heim aftur sko þetta eru 520 kilometrar Djöfull maður og tími? Við gerum þetta á 12 tíðum eða maður rétt Hvað er það meðal hraði á þessu? 32 kilometrar meðalhraði og sæmileg hækkun eða ekki? Já, alveg ágætis heildarhækkun sko ég man ekki nákvæmlega, 2000 metrar 3000, ég man ekki þetta er ekkert sjúkt, þetta er meira vegalengdir sko. Við vorum hjólandarlega sæmilega hratt og vorum sjúklega hefnið við viður og en ég meina þetta er eitthvað sem okkur datt í hug að gera held ég fyrir 2 árum eða eitthvað og við varum bara með þetta svona í haustnum sko. Lefis aðeins að gerjast 2 árum setna, it's time fyrir mér er afskaplega mikilvægt að mómentið velji mig ég get ekki ákveðið hvernig ég ætla að gera þetta ég býð eftir að dagurinn komi og segi og þannig að við náttúrulega spjöldluðum félagarnir þetta og við ákváðum þetta bara með 2 daga fyrirvara eða eitthvað og bara, við þurfum eiginlega og allt í einu bara eru að þeirra stað dagurinn valdi ykkur, veðrið og allt saman bara við fengum geggja veður ég meina við vorum hjólandi þannig að hálfum sólarings eftir að við lögðum að stað vorum við að hjóla kvöldfjörinn tilbaka og í bara, þú veist, það var byrjað að skyggja og við vorum með þetta svona geggjaða svona kvöld viður algjört logn og hlýtt og það næs algjörlega orkuleysir hnén farin að kvarta hausinn hættur að nenna þessu og eina sem ég gerði, ég var horfið áfram og ég bara svona
ég bara hélt bara áfram að hjóli, algjörlega hættur að hugsa, ég var að reyna að vera bara í svona smá hugleyslu með þetta, ég var bara hjóla heim, ég var bara svo lengi á hjólinu á dag, aldrei leiðilegt, aldrei sem maður hugsaði ég nenni sér ekki lengur, en maður þarf að detta í svona ákveðið hugafar, hugar ástand að maður getur ekki verið óþolinmóður þegar maður er að hjóla svona lengi, maður þarf að geta notið þess og maður þarf að vita að þetta tekur langa tíma og maður þarf að vera sáttur við það. Já. Þá virkar þetta. Þetta er ekki eins og einhver hafi skipað þær að gera þetta sko, þú valdir þetta sjálfur. Akkurat. En eins og þarna við erum búin að tala eins mataræðið að þú veist verið ekki að stressa sig á því, reyna að taka einhver ákveðna hluti út og bara svona gera það sem virka fyrir þig. Þú veist, ég myndi ekki halda að þetta væri lykil hluti að æfingaplani hjá þér að hjóla 500 km á einum degi. Nei, bara alls ekki. Hvernig balansar þú til dæmis, ertu svona, hvað maður segja, neurotískur eða manískur á æfingaprógrammið þetta að ná inn þessu á mánudegi og þriðjudegi og miðvikudegi eða hendur alveg inn einhverjum fíblalátum eins og hljómar? Ég gerir bæði. Okay. Ég er klárlega, eins og við kannski erum búin að koma aðeins inn á, ég er klárlega sá íþróttamaður sem er að gera það sem þarf að gera til að ná árangri. Þú veist, ef það er eitthvað sem ég veit að virkar, einhverja endurtekningar eða einhver svona intervallkeyslur eða eitthvað svona ákveðna tegundir af hreyfingu, hvað sem er að hjóla inni eða úti eða eitthvað svona, ef það virkar þá geri ég það og ég þarf að gera þetta á svona, ég þarf að vera með prógram. Ég er með minn eigin þjálfara og hann segir mér hvað ég á að gera og mér finnst alveg æðislegt að vera með þjálfara í dag því ég var ekki með þjálfara í mörg ár þar sem ég þurfti að vera minn eigin þjálfari og í dag er ég með þjálfara og sem helst ástæði fyrir mér finnst það frábært er að ég þarf ekki lengur að segja sjálfur mig hvað á að gera. Ég er rosalega góður í að fylgja svona fyrirmælum og gera það sem þarf að gera, klára verkefnin og ég gera það sama hvað. Það skiptir ekki máli hvort að ég er búin að eiga erfiðan dag og ég þarf að setjast að hjóla 11 kvöldið og ég þarf að hjóla til 2-3 í nótt, gera það af því þetta er sem ég geri og hins vegar að því að þú minnist á það svona hlutir eins og að hjóla 520 km einu rykk, þetta ger ég fyrsta lagi að því að mér finnst það gaman og í öðru lagi að því ég geta. Já. Ég geti þetta, daginn eftir hélt ég áfram að æfa. Já. Þarna sko, þetta er heil vika hjá mjög góðum hjólara að gera þetta. Þú veist, áreynslan er slík að þetta getur maður hjóla á mánudegi sem við gerðum og maður gæti tekið vikuna í frí. Já. Ég gæti sagt sjálfur mér ég ætla næst út að hjóla næsta mánudag en nei, ég gerði það ekki að því að ég geta og maður verður að njóta þess svolítið. Þú veist, maður er í rosalega góðu líkamlegu standi, maður er í rosalega góðu formi, akkur ekki að njóta þess, akkur ekki að geta hjólað bæði hratt þegar maður vill það og langt þegar maður vill það. Og fara í einhver svona ævintýri. Já, ég meina það er ég lifi fyrir keppnishjólirar, þetta er það sem ég geri, þetta er það sem ég hugsa og dreymi og ég er bara allan daginn að spá í þessu en það er rosalega gaman að henda einn smá ævintýri hér og þar. Ég hef hjólað hringinn í kringum Tenerife í einum rykk, ég hef hjólað frá Akureyri til Reykjavíkur daginn eftir hjólakeppni, bara þegar mér datt í huga að væri sniðugt. Já, ég var búin að heyra því að það var bara, þið voru að keppa þarna fyrir norðan og bara akkur ekki hjóla heim. Já. Og það villir þetta svo rosalega skemmtilega til að hann Hörður er með mér í flestum af þessum ævintýrum. Það er rosalega gott að hafa eitt svona buddy í þessu sko. En svona gerum maður eins og þú segir að því að mér langar til þess. Það er enginn að fara að neyða mig í að hjóla í hálfan sólarhring. Mér langar bara til þess. En hefur einhver ágjör að því að þetta bitni á bara þín, restina af vikunni, æfingavikan sé settu skorðum út af þessu? Ekki í dag. Af því að ég þekki sjálfur mig það vel. Okay. Þú veist, maður er orðin það gamall og fullorðinn að maður veit hvað virkar og hvað ekki og maður veit hvað mörkin liggja. Það er ákveðna hluti sem ég get gert sem munu skemma fyrir mér framtíðina. Þú veist, ef ég fer út að hjóla á morgun og ég ætla að hjóla Akureyri satt og ég get til dæmis, þá er ég í rústi út vikuna og ég get, eða ég keppni næstu helgi, glimtu því sko. Ég verði í mólum. Ertu mikið í svona, ferðu mikið eftir hjartsláttargögnum eða þess að þar? Já,
Hvað erum við að tala um þar? Hver er svona nálgun á æfingar? Þetta er æðislega mælanleg íþrótt, hjólreiðar. Já. Ég veit ekki, eins og ég segi, ég er ekki expert í öðrum íþróttum, en ég gæti alveg trú að þetta sé ein mælanlegasta íþrótt sem þú finnur. Við erum með púlsmæla og við erum með vattamæla eða aflmæla. Þetta eru helstu 2 tækin sem maður notar. Það er fullt af öðrum græjum sem við þurfum ekkert endilega að fara út í. Það er svona on the edge hlutir. Vattamælar og púlsmælar geta sagt þér ótrúlega margt hvað þetta geta gera. Þú getur lifað samkvæmt þessu, þú getur verið heldtekinn af þessu og þetta getur eyðilagt allt fyrir þér, eða þú getur notað þetta sem verkfærin sem þetta eru og verið besta útgána sjálfur þér. Hljómar eins og þú hafi farið víða í þessum skilningi. Ég er búin að fara um allt í þessu. Í dag ég myndi alveg segja að ég lifi svolítið í þessum gögnum, en þetta stjórnar mér ekki. Þetta er bara, mér finnst þetta að vera svolítið stór hluti af mínum áhuga á hjólreiðum. Ég hef rosalega mikið áhuga á að greina hvað ég er að gera á hjólinu. Ég get alveg vippað upp Excel-skjölum allt restlið, allan daginn, og ég gera það. Fyrir yfir allar æfingar, það getur 2 klukkutíma æfing og ég hefði meir en 2 tímum í að skoða hana eftir æfinguna. Svona langt getur maður farið, en það fyrir mér skiptir svo miklu máli að ég sé að nýta þetta þarf að vera gagnlegt. Ég þarf að vera að gera eitthvað við þessa þekkingu og þessi gögn sem ég hef í höndunum. Ef ég er bara að skoða einhverja tölur og það er ekki að fara að breyta neinu eða hjálpa mér eða þróa neitt, þá get ég alveg sleppt þessu. Því að það er eitt að vera með fulla gögnum í höndunum og monta sig af einhverjum háum vattatölum og eitthvað svona dóti, allt annað þegar þú virkilega metur þessar hluti og þú lætur þá hjálpa þér að þróast í áttina að því að verða betri. Það er líka pointið í þessu öllu. Það er alltaf að nota allt sem maður hefur til þess að verða betri, til þess að hjóla hraðar. Og hvernig nýtist púlsmælir og vattamælir? Ég veit svo lítið vöttin, en bara svona, þú veist, hvað ert þú að passa til dæmis þegar þú ert að horfa á púls á æfingum, út af púls er alveg eitthvað sem margir fylgja. Þú veist, er púlsinn meira, þú veist, ef verið til dæmis polarized, ertu mikið í, annarkvort ertu bara í zone 2, zone 1, eða þú ert í intensityinu, eða þú ert væntanlega búin að finna einhverja þröskulda og svona? Já, algjörlega. Þetta er náttúrulega rosalega stórt hugtak. Við getum talað um þetta alveg þá til að við sofnum, sko. Akkurat. En svona ef við stiklum aðeins á þessu þá sko, svona grunnadurinn í þessu er að vattamælirinn, aflmælirinn er hlutlaus mælir. Hún er með alveg saman hvernig þið líður. Hann er bara að mæla átak. Alveg sama hvort að þú ert að eiga erfiðan dag í vinnunni eða hvort að þú ert stressaður yfir einhverju eða varst að hætta með kærustunni eða ert ekki búin að borða neitt eða eitthvað. Hún er alveg sama hvort þú borða sykur eða ekki. Púlsmælinn hins vegar, hún er þykir mjög mikið vænt þig, sko. Hann er mikið að spá í þessu. Hann spáir í hversu mikið púlsinn flöktir yfir daginn og allt þetta. Og það er rosalega mikið að vísindum á baku þetta og það sem ég er að spá í púlsinn, hann segir mér rosalega mikið hvernig mér líður. Vattamælirinn segir mér rosalega mikið hvað ég get. Og þetta eru 2 verkfæri sem eru rosalega góð þegar við notar þeir saman. Púlsmælirinn getur til dæmis sagt mér hvort að ég er í standi yfir höfuð til þess að æfa í dag. Ef ég næ púlsinum ekki dóðalega hratt upp, ég geti verið ógeðslega þreyttur, ég geti verið bara í engu standi til þess að klára æfingu dagsins. Ef púlsin fyrir rosalega hratt niður, púlsin fyrir hratt upp, ég er í toppstandi. Púlsin fyrir hratt niður, ég er í toppstandi. Púlsin er alltaf geðvægt hár, eða ég geti verið veikur á morgun. Kannski er ég bara ekki búin að átta mig á því. Það er rosalega mikið af svona merkjum sem þetta gefur frá sér og þú þarf að geta lesið í þetta allt, en þarna ertu með verkfæri sem getur sagt þér rosalega mikið hvar þú ert staddur í svona þínu spektrumi, eða þú veist, þínu sviði, og ég nota þetta rosalega mikið til þess að átta mig á því hversu langt get ég gengið í dag. Er ég í standi til að gera það sem ég vil eða þarf ég að hugsa eins meira, þarf ég kannski að stoppa sjálfum mig niður ef ég til dæmis er í keppni og ég sé að púlsin er ekki eins og ég vil hafa hann,
þá breytir það alveg hvernig ég haga mér í keppninni. Líka í keppni? Já. Ok. Ég geri hins vegar af því að ég minnist á keppnir þegar kemur að keppnisaðstæðum, og ég held að þetta eigi við ótrúlega margar íþróttir, en margir miskilja. Þegar þú ert í keppnisaðstæðum þá númer 1, 2 og 3 að geta keppt eftir tilfinningu. Allir sem mælitæki eru frábær, þetta safnar gögnum fyrir, þú getur skoðað þetta eftir keppnin og allt það, en þú verður að geta gert allt eftir tilfinningu. Já, þess að spyrja hvort þú ert að hlusta púlsmælinn í meðri keppni. Spá í honum þegar ég hef tækifæri til þess. Ok. Það svolítið þannig, þetta eitthvað sem þú verður betri í eftir því sem þú safnar reynslu. Þú veist, þetta kemur með reynslunni, þetta kemur með aldrinum, að þú nærð að lesa í ákveðin merki á yngri stundu. Kíkja á mælinn í 1 sekúndu á 5 mínútna fresti og ég sé hvað að gerast hér. Ég kannski að hjóla upp ykkur á brekku og ég veit ef ég væri að hjóla upp þessa brekku á æfingu þá væri ég kannski í x slögum. En núna ég í keppni og ég í 10 slögum meira. Ég þarf kannski að fara að passa mig. Þú veist, þetta eru svona ákveðin svona merki sem þetta að gefa mér. Og þú ert meira að taka inn í aðstæður bara vindur og bara undirlag, hversu brött brakkan hversu erfitt þér finnst þetta að vera. Þú ert bara svona, þú þekkið það vel. Já. Og veist hvar púlsinn á að vera í hvaða aðstæður. Nokkuð veginn. Maður veit aldrei allt. Nei. En það svo mikið að breytum í svona sporti að þú getur til að byrja með aldrei sagt 100% þetta á að vera svona, en þú getur líka lært á allar þessar breytur upp að því marki að þú hefur rosalega góða hugmynd þetta. Einmitt. Þannig að þú getur nýttið það. Þú veist aldrei 100% hvað að gerast. Nei. En þú getur verið rosalega góður í að þekka sjálfa þig og hvernig þú bregstu ákveðnum aðstæðum. Ég til dæmis, minn helsti veikleiki í þessu sporti að ég höndla hita ekki mjög vel. Þetta náttúrulega skemmir rosalega mikið fyrir mér þegar ég að keppa erlendis í heitum aðstæðum. Þetta eitthvað sem svona mér finnst eins og þetta hafi orðið stærra vandamál á síðustu árum af því að ég sjálfur að verða betri. Ég fann að koma sjálfur mér í aðstæður þar sem hitinn núna orðið minn helsti andstæðingur af því að ég sterkari. Ég get sjálfur koma með mér í erfiðari aðstæður þar sem hitinn allt í einu orðin erfiðari. Já. Þetta svona maður komin svona á hærra level í þessu. Þetta bara eitthvað sem ég þekki og ég bara búin að eyða rosalega miklum tíma í að spá og spekular í þessu, hvernig ég geti díla við þetta og hvað geti gert til þess að vera betri í þessu og þarna koma inn alls konar mæltæki eins og púlsmælirinn segir mér ýmislegt. Ég veit. Hvenær hlustar á púlsmælinn þú veist, eins og þú ert að byrja æfingu og sér að púlsinn hár, breytir þá æfingunni sem þú ert að fara inn í? Gæti gert það, en í flestum tilvægum þá þetta spurningum hvort að ég hjóla æfinguna samkvæmt plani eða ekki. Það svona þegar maður allavega í mínu tilfelli ég held að þetta sé kannski það engin heilagur sannleikur í þessu. Þetta bara það sem hentar manni sjálfum. En fyrir mér þá virkar rosalega vel fyrir mig að ég nota púlsinn til þess að meta get ég gert æfingu dagsins eða ekki, af því að æfingu dagsins allavega eins og elskulega þjálfari minn setur þær upp yfirleitt bara ótrúlega erfiðar. Og þetta svona æfingar sem ég líti oft á og ég hugsa bara, þetta bara eins og í tölvu, þetta bara 0 eða 1. Get ég þetta eða ekki? Það ekki millivegur. Það líka annað, það svona æfingagæðin í þessu. Þú getur gert ákveðna hluti og svo getur þú tónað á niður. Þú getur tekið einhverja æfingu, einhverja brekkuspretti, einhverja keyslur, eitthvað svona skipulagt og þú getur tónað það niður af því að það að besta sem þú getur gert í dag. En svo í lok dagsins þá getur þú horft á æfinguna og þú getur næstu bara hendinni rusli af því að þú varst ekki að gera það sem þú áttir að gera. Ég meina bara eins og fyrir þig, þú ert hlaupari, þú ert með einhverja hlaupaæfingu, þú ert að taka einhverja x marga metra eða eitthvað á marathonpeysi en þú getur það ekki, þú ert að taka þetta bara einhverjum göngur eða hvað æfingin þá að gera fyrir þig? Ertu að æfa á því bili sem þú átt að vera að gera til þess að ná þeim effekt sem þú ert að eldast við eins og fyrir í hjólreiðum og sennilega hlaupi náttúrulega VO2 max eða hámax
súrefnisupptaka skiptir rosalega miklu máli og þetta er eitthvað sem ég hef mælt ansi oft hjá sjálfum mér að þetta skiptir rosalega miklu máli að bæði þekka þetta og líka reyna að þjálfa þetta aðeins upp. Þú getur tekið þannig æfingar sem virkilega fókusa á að ná öndun upp í hámark, ná púlsinum upp í hámark, en fyrst og fremst öndun. Ef ég get ekki komið sjálfur mér í ástand þar sem ég er að anda nánast bara næstuði ofanda út af því ég er þreyttur, þá slepp ég æfingunni. Já. Af því að hún er ekki lengur að gera það sem ég vil að hún geri fyrir mig. Einmitt, bara hver er aðal áhersla æfingarinnar? Já. Og þú þekkir þetta og sért með þetta það náttúrulega breytir öllu. Breytir öllu, af því að þarna er maður ekki lengur að giska á eða maður er að slumpa eða maður er að svona sirka út, þú veist, þetta gerir eitthvað fyrir mig. Ég nenni því ekki. Ég er með allt of mikið svona, eða kannski ekki allt of mikið, ég myndi segja ég er með of vísindalega nálgun á hvernig ég æfi til þess að nenna að sirka út. Mig grunaði þannig að þess vegna var ég að spyrja út í þessar löngutúra og Everesta og svona, það hljóma svo heimskulega hvað æfingar varðar, en ég virði alveg að þú veist, að maður vill líka hafa gaman að þessu og lendi í einhverjum ævintýrum og gera eitthvað með vinnu sínum, sko. Algjörlega, en svo náttúrulega er eitt í þessu sem skiptir rosalega miklu máli, að allt sem ég ger á hjólinu, ef við líkjum þessu við klassísku líkingu við bankareikningin, allt sem ég ger á hjólinu er að leggja inn í bankan. Ok, já, þú horfir á þetta þannig. Ef ég hjóla 500 km einum túr, ég er ekki að gera frábært fyrir keppnisformið, en ég er klárlega að hjálpa grunninum, ég er að byggja stærri grunn og eins og þú veist, þú þarft rosalega stóran grunn til að byggja stórt hús og Er allt sem þú gerir, það er á hjóli? Cross-trainer ekkert í formi annara íþrótta eða liftingar eru eitthvað sem maður mætti gera meira segja allir. Klárlega, ég get alveg tekið undir það og eitthvað sem ég geri meira og meira af á hverjum vetri, en ég hins vegar myndi alveg klárlega að segja að ég klára alla vetra, það er alltaf einhver svona sirka bóti kringum mars, apríl sem ég hugsa, ég átt að lifta meira. Af hverju lifti ég ekki meira? Hvernig lifta hjólarar? Ef þið lifta? Ef þú ætlar að lifta og þú ert bara, þetta er mjög mikilvægt atriði, ef þú ert að lifta í þeim eina tilgangi að vera betri á hjóli, þá liftur mjög einfallega, þá tekur þú bara deadlift, squat og leg press og svo lappar það bara út. Þú veist, þú er bara búinn, eða þú gerir þína teygjur og hendur inn einhverjum koraæfingum eða þú vilt, en þetta er eitthvað sem þarf alls ekki að flækja. Nei. Ég hef ekkert við upphífingar að gera, ég hef ekkert við einhverja rosalega, ég hef ekkert við upperbody að gera í rauninni. Nei. Það kor sem ég hef, þú veist, maga og bak og allt þetta sem ég hef, ég nýti svolítið að mikið af þessu kemur náttúrulega í gegnum það að ég fjallahjóla. Já, einmitt. Því að fjallahjólið er miklu meira svona, ég er að nota mikið meira af líkamannum í það. Já. Og þetta kemur svolítið náttúrulega þaðan. Ég þarf ekki að neyða það í gang. Þannig að mín nálgun á liftingar er 100% til þess að vera sterkari á hjólinu. Já. Ég hef engan áhuga á að stækka, ég hef engan áhuga á að þyngjast, ég hef engan áhuga á neinu öðru heldur en að þetta muni á einhvern hátt skila sér í hærri vöttum og meiri hraða. En getur ekki tekið einhvers konar liftingaræfingu á hjólinu, fattar hvað er að fara? Einhverjir þungir, brekkusprettir og svona? Ég get það og þetta það vill svo heppilega til að því að við erum að tala um þetta núna að þetta er eitt umdeildasta málefnið í þessu sviði í dag. Það eru rosalega skiptar skoðunar á því hvort þetta virkar í rauninni eða ekki og það sem þá erum við að tala um að gera eitthvað eins og til dæmis hjóla upp brekku í rosalega þungum gír. Já. Af því að þá ertu allavega samkvæmt þeir sem eru helstu fræðamenn í þessu, þeir myndu segja að þarna ertu að líkjast liftingur rosalega mikið á hjólinu. Það gera hæga hreyfingu með mikla þyngd, mikið tóg í gangi og eitthvað svona. En svo bara margir aðrir sem bara, nei, þetta virkar ekki. Já. Trúi sig ekki. En þú veist það er náttúrulega, þú ætti ekki að trúa neinu í þessu, þú ætti að horfa á staðreyndir, þú ætti að horfa á vísindin og þannig eru bara eins og í svo mörgu öðru, þannig eru
mismunandi nokkru skólar af hugsun sko. Eins og á að vera. Já, eins og á að vera og ég og þjálfara minn, við erum heppnir að vera freka svipaðir í hugsun í þessu og við höfum enga trú á þessu. Nei, okay. ég hjóla ekki hægt upp brekkur að því að mér þykir afskaplega vænt hnén á mér, ég vil ekki rústa þeim, ég vil að þau virki þegar ég er 70 og er ennþá að hjóla. Okay. Þetta skiptir máli en út af því út að tala um lyftingar ég hef rosalega einfalda nálgun á þetta, ég bara hugsa að lyfta þungt, styrkja mig, ekki stækka mig, ekki þyngja mig og ég vil að þetta skilir sér í hjólið. En hvað með bara svona stífleika og svona, er þetta ekki pinnstífur á framhann eða er þetta að vinna mikið í þessu? Emil í Kríu var að tala um að hann væri bara með eitthvað múrsteina þarna en ekki vöðva fyrir hipflexora. Nei, ekkit. Þú ert alveg góður? Já, þetta hefur ekki vandamál fyrir mig. Og það við vorum að skoða stöðuna sem þú ferði í þarna, Aero stöðuna. Þetta er bara, þú bara leggst saman eins og samloka og ert að knýja hjólið áfram. Sko, ég ætla að reyna að gefa mig ekki út fyrir að vera einhver sérfæringur í þessu málum því að þarna veit ég ekki að mikið og ég veit allt annað. Ok, þannig en þú ert þá í rauninni bara heppinn að því leitin til að þurfi ekki, eða þú ert greinilega bara góður allan á þessu svæði líka mann. Já, ég hugsa að ég verði nú bara þakka genunum fyrir þetta eða eitthvað. Það er eins og maður gerir mig svo margt. Það er ímestlegt sem ég get á hjóli sem aðri get ekki og mikið að því er þökks í góðum genum. Jú. Það er bara þannig sem svona sport virkar. Já. Ég hef aldrei þurft að stressa mig mikið á svona hlutum. Gekka. Og já, ég bara nýt þess. Og eins og ég sagði áðan, ég vil hafa sem fæsta hluti til að hafa áhyggjur af. Þannig að ég ætla bara ekki að hafa áhyggjur af þessu. Hvað er þetta marga klukkutíma á hjólun á viku? Á viku? Já. Eða hvaða mæleiningar notið? Notið þið kílómetra? Jú, nei, maður á ekki að hugsa um kílómetra. Ég er alltaf að minna fólk á þetta. Kílómetra fyrir mér er ekki frábær mæleining fyrir æfingamagn. Ef við tölum æfingamagn að því að þú getur farið út að hjóla 20 km í heiðmörkinni eða í Bláfjöllum eða eitthvað og ég get farið út að hjóla 20 km ég veit ekki, bara Reykjanesbrautina eða eitthvað ég er miklu fljótar en þú að þessu þú ert að gera miklu flóknari hluti ég er bara að hjóla beginu við tala ekki ef við erum að bera saman ólík hjól þannig að við skulum ekki tala um kílómetra þeir segja bara hluta af sögunni klukkutímar hins vegar eru alltaf klukkutímahjóli er alltaf klukkutímahjóli þannig að mér finnst fínt að tala um það þó að það skipti ekki öllu heimsismáli þá eru við samt í íþrótt það sem upp af þessu marki og í flestum tilvikum er meira betra æfingamagn virkar bara þannig því fleiri klukkutíma sem þú hefur á hjólinu á ákveðin hátt því betri ertu en það sem skiptir kannski meiru máli ef við förum aðeins fítna í þetta því fleiri klukkutíma sem setur í hjólið því meiri tök hefuru á að æfa meira þú byggir upp meiri grunn með því að setja meiri tíma í æfingar sem gera það að verkum að þú getur gert erfiða hluti lengur þannig að þú ert svona ég hugsa þetta svolítið að ég æfi mikið til þess að æfa mikið ef ég væri með færri klukkutíma á viku á hjólinu þá gæti ég ekki tekið ég geti ekki hjólað í klukkutíma á hámas átæki, ég geti kannski bara 20 mínútur því ég er ekki að gefa mig tíma til þess að vinna mig upp í 1 klukkutíma þannig að það sem ég get gert lengur en aðrir er að miklu leyti þökks því að ég er með fleiri klukkutíma á hjólinu en aðrir þannig að þetta helst í hendur þetta er ekki algilt og það er ekki allir sammála þessu en Og hvað viltu ná inn mörgum á viku? Ish. Ég er með svona meðaltali 17 tíma á viku Og ertu stundum bara eitthvað þú veist, ef það er bara ekkert að gera í kvöld og ég fer bara á treinurinn og stillum á okkur þátt og ég tek bara eitthvað 2 klukkutíma Já, sko, eins og ég segi, ég er með æfingaplan Já. Og það er bara, þú veist, þetta er alltaf bara vinnan þannig að þetta er bara verkefni dagsins þannig að ég er ekki lengur þar að ég bara er heima mér að hugsa mér langar út að hjóla það er eiginlega það sem ég ætla að gera í dag og hitt er svo það sem ég dettur í huga að gera Já, einmitt En eins og recovery og svona, gerur út að þú varst að tala um hvað fer mikill tími í það, bara hvílast ertu að tala um bara eða klukkutímum sem eru bara ekki á mikið á fótum og í róleitunum eða er eitthvað sem þú gerir taktist til þess að ná endurheimt? Sko, já, endurheimt þetta er náttúrulega
þetta geggja hugtak og enn hlutur sem við getum talað endalaust, en mér finnst afskaplega mikilvægt að minnast á að það ekkert í öllu endurheimtar hugtækinu, í öllum hjálpatækjum og verkfærum og dóti sem við getum tekið inn sem jafn gott á svefn. Ekkert toppar svefn. Það bara þannig að ég reyni, og mér hefur ekki tekist það á þessu ári, að því ég á eina tæplega 14 mánaða dóttur. Ég ekki góður í þessu augnablikinu, en ég reyni eins og ég get að sofa sofa mikið. Þú veist, ef ég geti sofið 10 tíma á nótt alltaf, þá væri ég væri örugglega betri hjólari en ég í augnablikinu, en þetta skiptir rosalega miklu máli. Þannig að já, ég gerir hluti, ég tek mína teygjur og ég stundum með nuddbyssuna á fullu og eitthvað svona, og ég fekk kannski til nuddara ef ég með eitthvað rosalega vandamáli eða eitthvað, en aðalega það sem ég geri og það sem virkar að ég borða nóg og ég borða réttum tímum og ég sef. Einmitt. Hvar balansarðu að borða mikið og lítið? Vigtarðu þig eða allt eftir tilfinningu, bara út af að þú hefur farið víða í þessu og að tala á hann að létta þig, þannig að það þú hefur greinilega testað þetta? Ótrúlega mikið eftir tilfinningu. Okay. Og ég alveg búin að komast að því að eins og til þess fyrir mig, ég 68 kíló í dag, þetta virðist vera svona minn sjálfgefni staður á skalanum. Þarna viltu vera. Ef ég fókusa rosalega mikið á þyngd og ég mæli kaloríur og ég klippi út sykur, þá get ég orðið 66 kíló ef ég komið stað. Ég þarf reyndar að fórna nokkrum vöttum fyrir það, en ef ég þarf að vera léttur þá get ég það. Og ef ég ef það desember, ef það jól, þá verð ég 70 kíló. Já. En ég finn mér alltaf einhvern veginn leið niður í 68 kíló en aftur, og það ger ég bara með eitthvað sem ég myndi kalla mitt balansera mataræði. Já, þannig að þú ert ekki í rauninni, hvað maður að segja, þú ert ekki mikilli mótstöðu við sjálfa þig til þess að halda þér í þessum 68 kíló. Nei, og það finnst mér mikilvægt af því að sko þú þarft, þetta svo mikil vinna, þetta svo mikil áreynsla, þetta svo mikil tími og orka sem fer í þetta að halda þér í ákveðni þyngd sem ekkert endilega þín kjörþyngd. Þú veist, það til dæmis, þetta alveg þekkt í hjólreiðum sem eitt af því óhollasta eða óheilbrigðasta sem þú finnur í sportinu, að þú ert með menn sem eru kannski, ég veit ekki, þeir eru kannski 1,94 eða eitthvað, og þeirra kjörþyngd kannski 75-6 kíló, en þeir eru að koma sér niður í 67 kíló. Já. Af því að þeir alltaf að vinna Tour de France. Og þetta er svo langt frá þeirra kjörþyngd, en þeir þurfa hámars afköst líka, þeir þurfa að vera eins sterkir og geta í leiðinni, þannig að hvernig ætlar að gera þetta? Þú verður að vera með eitthvað rosalega teymi kringu þig. Þú ert ekki bara með einn næringaráðgjafa, þú ert bara með fólki kringu þig sem bara að gera allt fyrir þig. Já. Passa upp á þig. Af því ef þú tekur eitt feilskref, allt þín bara hálfu kílóðu þyngri. Það er skelfilegt á hæsta level í þessu sporti. Já. Og það er ekkert mál, þú veist, það er ekki eins og maður segir eitthvað, það er heilt heiminn til að segja gæðan að borða færri kaloríur en hann brennir. Það þarf að performa, það þarf bara að recovera frá öllum æfingunum. Já. Og til þess að performa svona eins og hann gerir, þá þarf hann að vera svo sjúklega vel efður sko, og komast í gegnum allt þetta load. Það er svo magnað að sjá oft svona þessi afrek og túrin og svona. Man getur rétt ímynda sér hvað sigurvegarinn búinn að leggja inn marga klukkutíma á hjólinu. Ótrúlegt. Þetta er ótrúlegt, bara magnið. Þetta náttúrulega þannig íþrótt að þú ert alltaf að tala magna af öllu, það rosalega mikið af öllu. Þú veist, þú borðar mikið, þú brennir miklu, þú hjóla mikið, þú gerir rosalega mikið af öllu. Og að reyna að vera svona súperléttur en líka súpersterkur, þetta náttúrulega tveir hlutir sem alltaf að vinna á móti hver öðrum. Þú þyngist og þú verður sterkari, þú léttist og þú verður veikari. Þú finnir hérna fullkona millivegana, þá ertu fínn hjólari, en ef þú ætlar að vera besti hjólari í heiminu þá þetta fara svolítið út fyrir þetta. Já. Og já, þú ætlar að fara í eitthvað sem við myndum ekki kalla heilbrigt. Nei. En það klárlega skilar gullmedalíu í lokdags eða 3 vikna. Þannig að já, þetta fyrir mig og í minni stöðu þá ég að gera það sem dugir mér. Ef ég væri miklu betur en ég þá væri ég örugglega með eitthvað teymi matar
æðisfræðingum en ég bara ekki þar. Einmitt. Og líka bara allt þetta sem þú ert að segja með næringuna og svona sykur og kolvetni og svona, þú veist það bara hann Inigo San Millan, Spánverinn vísindamaður sem að Sigurörn hefur mikið álit á og er mikið að rannsaka þetta og svona Zone 2 æfingafræðin og allt þetta, hann að tala bara að þú veist, kolvetni þetta bara flýgur í gegn hjá hjólreiða fólki, cross country gönguskíða fólki og hlaupur bara þól úthaldsgreinarnar bara kolvetni þeir bara flæða í gegn bara, veist, og það er svo mikil hvatberarnir eða mitokondrían er svo öflug og sterk og þú er búin að fjölga svo mikið og þú ert orðin svo efficient að bara kolvetni er bara veisla fyrir þetta. Þannig að það er svona það er ekki hægt að segja eitthvað, herri, kolvetni er óhöll og þú ert bara eitthvað, en ég er 17 tíma á viku að hjóla. Já, ok, þá veit ég ekki alveg hvað er best fyrir þig. Það er nefnilega það, sko, að þetta er náttúrulega, þetta eru hluti sem þú verður að setja í rétt samhengi. Þú veist, ég meina það þekkja margir þetta afskaplega slæma dæmi ef þú ert byrjandi í íþrótt og þú tekur upp tímarit og þú lest viðtal við besta einstaklingin í þeirri íþrótt að tala hvernig hann gerir hlutina. Það er ekkert að það svo við þig. Nei. Þú ert ekki að taka neina af þessum leiðbeiningum hvernig þú átt að gera hlutina. Þetta er það sem besti í heiminum gerir. Hann er búin að gera fullt að drastlega komast þangað. Þú átt ekki að gera það sama á hann. Þú veist, gera það sem hann segir, ekki það sem hann gerir. En náttúrulega fólk á það til að miskilja þetta og fólk á það til að taka þetta, slíta þetta úr samhengi. Þú veist, eins og í mínu tilfelli, ég held að ég brenni á hjólinu bara, þú veist, ekki dagleg brennsla, heldur á hjólinu bara er í svona cirka bát 15-20.000 kaloríum á viku. Já. Svo bætur hona þetta daglegri brennslu, þá ertu með rosalega mikið daglega. Þannig að það er rosalega mikið sem að þarf að gera til þess að halda sig við. Þú veist, það er rosalega mikið bensín þess að fara á tankinn og eftir þess að þú verður sterkari og þetta er eitthvað sem ég hef komist að á síðustu 2 árum eftir að ég fekk mér þjálfara sem hjálpaði mér að verða töluvert betur en ég var. Þú verður sterkari, vélinn stækkar og bensíntankurinn stækkar í leiðinni. Það er bara, ég held að sko, það sem ég hef rekið mig á oftar en margt annað á síðustu 2 árum, sérstaklega yfir veturinn þegar maður er að æfa mest, er að ég er ekki að borða nóg. Já, það er mjög skrítið hugtak fyrir mér. Mér finnst ég alltaf vera að borða. Og þegar einhver kemur að segja að þú þarft að borða meira, þetta er bara leiðbeiningar frá þjálfarinu við að bara gerðu þetta hérna og borðaðu fullt, setur hann í stórum stöðum. Já. Þetta er bara allt í orðin minn fókus er að borða fullt. Og það virðist, ég meina, svona á margan hátt, þá virðist valla skipta máli hvað ég borða, bara svo lengi sem það er orka. Einmitt. Þetta er svona, já, mér finnst þetta rosalega áhugavert að maður getur verið komin á þann stað í svona sporti og í formi að minn helsti limiter er að ég er ekki að borða ná og ég er að lenda í því að ég er ekki að ná að borða nógu mikið að því ég hef bara ekki tíma til þess. Já. Ég get gefið þér rosalega gott dæmi þetta að þar síðasta vetur, ég held að það hafi verið í febrúar, þá tók ég eitthvað sem við myndum kalla VO2 Max blokk. Ég hef aldrei gert annað eins. Það er náttúrulega erum við að spá í hámarks súrefnisupptöku og þetta er eitthvað sem ég er góður í. VO2 Maxið mitt hefur mælst 90 sem er shit. Já, nákvæmlega. Það er shit. Fyrir fólk sem tengir kannski ekki VO2 Max blokka eitthvað, þetta er svona bara hámars ákefð, þetta eru stuttisprettir upp í zone 5. Í rauninni, þetta er sko, þetta er að mesta sem ég get gert í svona, kannski tölum með 5 mínútur til 10 mínútur. Já. Samt valla það, þetta er svona 5 mínútur. Þetta er náttúrulega bara, þannig er líka minn á max átaki en er að nota eins lítið af loftfyrstum orkubyrðum og hann getur. Þú veist, þetta er ekki ég er bara orðið stólu mér, þetta er ekki sustainable. Nei. Svo ég sletti smá en þetta er samt ekki eins og sprettur sem kláraði á nokkrum sekundum. Þannig að þetta er svona
og þetta líka yfirleitt það sem lætur manni líða verst, þetta Já. það sem vondast Einmitt. og það er alltaf ógeðslega vond að testa þetta. Þannig að ég fæ þarna þessa 3 vikna VO2 max blokk. Hún samanstendur af, við erum með 7 daga vikunar og í byrjun vikunar þá ég bara að hjóla, ég að hjóla kannski 2-3 tíma á dag á frekar svona rólegu effort, maður myndi kalla þetta svona all day pace, þetta svona, ég geti spjalla við allan tímanum meðan að hjóla. 2-3 tíma á dag. Eitthvað svoleiðis. Wow. Föstudag, laugardag og sunnudag teki ég 2 æfingar á dag. Það báðar 2 klukkutímar og það innihaldar báðar cirka bát 30 mínútur af svokvöldum VO2 max kyrslum og þannig að tala eitthvað eins og 5-6 mínútur á VO2 maxi og þegar ég tala á VO2 maxi þá ég að tala að ég að hjóla eins hratt og ég get á einhverju effortir sem ég held að ég ráði við í 6 mínútur. Okay. Markmiðið með þessu að láta öndurinn að fara í algjöran topp, vöttin eða púlsinn skipta ekki máli. Og þú ert þarna uppi í 30 mínútur? Já, þess að ég bara anda eins og brjálæðingur. Og sem hvíld á milli? 5-6 mínútur, 6-5 mínútur, 10-3 mínútur. Það er svona þekkt aðferð í svona æfingum að eftir því sem þú byggir upp meiri þreytu í líkamannum, eftir því sem líður á margra daga tímabil, því styttri verða keysluna sjálfar. Þannig að þú veist kannski í upphag tímabilsins ræði kannski við að gera því 8 mínútur samfleytt. Já. Í lokin glimtu því, ég þarf að brjóta þetta inn í 2 mínútur. Já. En ég gera þá 4 sinnum eða eitthvað. Þannig að við erum með fösta laugardag 6 æfingar tótal, hálftími hver æfing, þannig að við erum með 3 klukkutíma samtals af VO2 max álagi í einni viku. Þessi vik endar í 20 klukkutíma hjólinu og ég klára þessi viku og ég bara, hvernig gat ég þetta? Helsta vandamálið í gegnum þessa einu viku fyrsta lagi að borða nóg á milli æfinga og að ná mér niður til þess að geta sofið. Þetta er svo intense. Adrenalin bara það líða 6 klukkutíma lágmark þá vil ég geta sofnað eftir svona æfingu. Það ég með 2 æfingar á dag. Þannig að ég tek morgunæfinguna eða hádegisæfinguna eins og ég vil eitt hjá mér og svo ég bara í 5 klukkutíma eftir það að reyna að borða, reyna að hvíla mig og ég bara kvíði fyrir næstu æfingu. Því ég bara þetta var svo erfið æfing og ég með aðra svona og svo aftur á morgun og svo aftur á morgun. Og þannig ég klára þessa viku, það með erfast sem ég gert og þjálfarinn segir já, þú fær aðra svona. Nice. Og ég klára þá viku að ég vissi alveg hann myndi gefa mér aðra svona. Og markmiðið með þessu 3 vikna tímabili að búa til þreytu, álag á líkamann sem ég næ ekki að vinna úr á sama hraða og ég býða til. Þannig að vika 2 hefst rosalega þreytt og vika 3 ennþá þreyttari. Þannig ég algjörlega á þolmörkunum í lokin á þessum 3 vikum, búin að hjóla 60 klukkutíma á 3 vikum og þar af 9 klukkutíma á hámarks átæki. 9 tíma? 9 tíma samtals og þú veist, þetta náttúrulega eitthvað sem þú þarft virkilega kannski að rýna í gögnin til að hafa raunverulega tilfinningu fyrir. 9 tímar. En þarna maður bara algjörlega búinn. Já. Langar ekki til að sjá hjóli lengur, get ekki sofið og ég get verið með ég get bara farið, ég fengi mér uppáhalds pítsuna mína eða uppáhalds pastaréttin minni, ég get verið með nammiskál fyrir fram og mér langar ekki til að setja dónið mig lengur. Og þannig maður komin að erfiðan stað. Já. Ef maður langar ekki neitt að því sem maður heldur mest upp á lengur, mér langar ekki hjóla, mér langar ekki borða og mér langar til að sofin ég geta ekki, þetta skelfilegt. Svo tek ég 1 viku hvíld eftir þetta og ég tek test á mánudeginum viku setna og ég búin að hækka hámars afköstin mín í klukkutíma 10%. Bara búm. Allt í einu get ég hjólað í klukkutíma á 400 vöttum en ekki 360. Mitt. 380 man ekki. Þetta var eitthvað keksruglað. Ég hef aldrei séð annað eins. Og þetta er náttúrulega eitthvað, þú veist, þarna ég bara hugsa ávinningurinn á því fyrir þig að hafa þjálfara. Þú veist, það að gera eitthvað svona sem þú hefur aldrei ítt sjálfur þér út í. Aldrei.
þetta er lykilatriði, þetta er að mínu mati það besta sem þú færð út úr því að vera með eigin þjálfara er að þarna ertu með hluti, þú til að byrja með, þú treystir á ferlið, þú treystir á að þjálfarinn viti hvað er best að gera akkur. Þannig að þarna ertu búin að þurrka út efasemdirnar, búin að þurrka út vafann og þú ert með mann í vinnu, þú ert að borga einhverju fyrir að gera þetta. Það er eins gott á að gera þetta. Já. Og þetta er ekki þín hugmynd, þannig að þú getur ekki farið að semja við sjálfa þig að tóna þetta niður, ok, gerum smá svona í dag og ég gerir meira á morgun. Það virkar ekki. Nei. Ég þarf að fylgja verkefni dagsins og það er ótrúlega erfitt og maður er að ýta sjálfur sér á einhverja fáránlega staði, bara andlega, gera til hluti sem maður geti aldrei skikka sjálfur sér að gera. Ég var með svipun á lofti, ég gæti ekki fengið sjálf mig til þess að gera þetta en ég er að borga einhverjum fyrir það. Hann segir mér að gera þetta og ég bara veit að það virkar og ég veit að ég þarf að gera þetta og bói hvað þetta virkar. Þannig að líka, sko, þú ef ég hef sagt við fyrir 2 árum Ingvar, þú ert góðu við sjálfa þig, þú það verðtekið fyrir það, en ertu kannski með aðra nálgun á það núna, bara er það anskotin, ég pússa mig ekki, þú veist, ég pússa mig alveg og ég er tilbúin til að leggja inn vinnuna en svona, ég var með einhver blindspot, ég var einhver staðar að svona, fela mig á baka eitthvað. Algjörlega, það er sko ástæðan fyrir ég fór og fekk mig þjálfara er að í lok keppnistímabilsins 2020 sem var nýkomin heim eftir heimsmeistaramót í bæði götuhjólum, eða þess að tímatöku og fjallahjólum var búin að eiga frábært sísón og ég var ánægð með allt en mér svona hugsaði annar vetur ég var að byrja að reyna að teikna upp æfingaplanið fyrir mig, ég teiknaði alveg marga mánuði fram í tíman og ég var bara allt í henni bara stopp og ég er ekki lengur nógu góð þjálfari fyrir sjálfum mig það var aðal atrið ég áttaði með því að ég þurfti einhvern sem er betri heldur en ég sjálfur ég hef alveg trú á sjálfum mér, ég held að ég veit alveg hvað ég er að tala en ég þurfti einhvern sem vissi miklu meira en ég og það bara, ég fór bara fann þann gæja og núna þarf ég ekki lengur að hugsa út í þetta og mér finnst það æðislegt af því að ég vil geta verið með svo mikið æfingamagn á hjólinu að ég á ekki að þurfa að hugsa út í þetta. Akkurat, einmitt. Það er bara langt best. Já, að þannig getur maður komið sér á næsta level og maður þarf að taka út ákveðna hluti til þess að geta því að þarna það er svo mikið fókus á að klára erfið verkefni og eins og þetta dæmi sem ég tek hana fyrir þannig að þessar 3 vikur þetta er eitthvað sem ég get ekki nema ég æfi rosa mikið fram að þessu, ég þarf margra ára grunn til þess að geta þetta yfir höfuð. Já, af því að þetta er rosalega mikið álag, þetta er rosalega mikið uppsafna æfingaálag. Góður hjólari getur eina viku, kannski 2 og kannski 3 ár, þú veist, það er kannski, en ef maður er komin á rosalega góðan stað, maður er búin að byggja upp eina rosalega grunn, þá getur maður lagt svona mikið á sig og þetta er það sem ég var að tala áðan, ég æfi mikið til þess að geta æft mikið. Þegar erfiðu hlutinni koma, þá hef ég pláss til þess að koma því fyrir í þessari búblu sem ég hef, sem er æfinga áleiða því að ég er búin að stækka hana. Ég kem meiru fyrir, ég kem meiri þreytu fyrir og þetta er svona, þú sérði þetta hjá rosalega mörgum sem er komnir rosalega hátt level í svona sporti að það er bæði að þú þarft meira álag til þess að viðhalda forminu því að vélinn er stærri það tekur lengri tíma að kveikja á henni það tekur meiri orku að kveikja á henni en vélinn er líka orðin betri að halda sig gangandi yfir mjög langan tíma gera það verkum að maður ekki bara er rosalega góður í að keppa marga daga í röð eða marga daga yfir árið heldur ræður maður líka við eitthvað sem ég til dæmis nýti mér í botn ég get áttu rosalega erfiða æfingavíku og ég get klárað hana með mikilvægri keppni og ef ég á góðan dag þá get ég alveg unnið hana ég er ekki lengur að fórna heilli viku fyrir eina keppni af því ég hef tök á því að leggja meira á mig þetta er eitthvað sem fyrir mér fyrir nokkrum árum síðan var bara ég gæti ekki ímynda mér hvernig þetta virkaði ég gæti ekki skilið konseptið að því að
ég var ekki að eyða nóg mikil tíma í þetta, ég var ekki að leggja nóg mikil tíma inn til þess að geta skilið svona þetta, þú veist, alltaf leggja inn í bankan, stækka bankan, Einmitt. geta meira. Einmitt. Það er rosalega mikilvægt í þessu. Það vorum færum það í dag. Ég er alltaf á betri stað og sem betur fer þá er þetta sportar sem maður getur alltaf hugsað, ég get orðið betri. Einmitt. Hvað er framöndan hjá þér? Við erum komin hérna í 2 tímana af hjólreiðum. Hvað langaði að gera svona næstina? September 2022 núna. Sko ég er bara með mjög spennandi verkefni framöndan. Já. Svo ég er tildulega nýbúin með kennistíðanabilið mitt á Íslandi og næstu dagskrá þarnasta laugardag er heimsmeistaramótið í marathon fjallahjólreiðum sem er mín helsta grein. Hvað er það eiginlega haldið? Það er í bæ sem heitir Haderslev í Danmörku. Það er í Danmörku? Í fjallahjólreiðum? Yes. Þú þarft vist ekki fjöll til að fjallahjóla. Ok. Hvað, já. Þetta er heimsmeistaramótið? Þetta er heimsmeistaramótið. Þetta var ákveðið fyrir einhverjum 3-4 árum síðan. Ég man að ég var á sama móti, heimsmeistaramótið í þessari grein fyrir 4 árum var í Sviss, í alvöru fjöllum. Já, þannig vorum við í dalnum, þar sem kemst inn í innst í dalinn, ég man ekki hvað dalurinn heitir, en innst í dalnum er Toblerone-fjallið, Matterhorn. Og þannig bærin Zermatt og heimsmeistaramótið í þessari grein var í þeim dal, hjólaði upp og niður enn dal, ég man ekki nákvæmlega, 90 kilometrar og tæplega 4000 metra hækkun. Eina sem ég gerði þennan dag var að hjóla upp og niður fjöll og maður var að komast í 2500 metra hæð max. Þetta er ekkert frábært ef maður er ekki vanur þessu. Maður þarf að þjálfa sig fyrir þetta. Þannig að í þessu tilfelli þá var ég í 2 vikur í þessum dal, gisti í hæð og allt þetta. Já, háfjallaaðlögun, hitaaðlögun, ég gerði allt í mínu valdi til þess að vera upp á mitt besta í þessu og jú, þetta er minn besti árangur á stórmóti í fjallahjólreiðum þarna en svo hugsaði ég á Danmörk eftir 4 ár. Þetta er örugglega eins nálægt og ég kemst að vera að keppa á heimavelli. Já. Þetta eru ekki mjög fjandsamlegar aðstæður fyrir Íslanding. Nei. Þannig að svona, ef maður hugsar þetta svona, ef maður hugsar hvað er maður bestur, maður er bestur heima að sér, en Danmörk, það kemst nú nálægt fyrir mig. Close to home, sko. Það er það, sko. Það er margt sem er einfaldara, það er margt sem er þægilegra. Þannig að ef þú þarft ekki að flækja svona keppni, þá er það bara frábært. Þannig að þetta er það sem er næst hjá mér. Ég á nú nokkra keppnir eftir, erlendar keppnir á þessu ári, í Frakklandi og Spáni og þessi þarna í Danmörku. Þannig að það er Danmörk hlýtur nú að vera stærst, heimsmeistaramótið sjálft. Já, þetta myndi ég kalla stærsta mótið. Geðveikt. Fyrir mig persónulega ég er sennilega búin með á heildarskalanum stærsta mótið sem var Evrópumeistaramótið í götuhjólreiðum fyrir 3 vikum í München. Það var geggjamót. Það er svona eins og ég kom inn á einhverju viðtali þá var mjög skrítið að segja að markmiðið því móti var að klára. Já, einmitt. Og það er náttúrulega líka götuhjólreiðarnar, þannig að þú veist, hvað maður segja, það veltur svo mikið á þér að halda í hópinn. Já. Og ef hann fer þá ert þú bara skilin eftir einn og bara... Já, þú hugsaður þetta sem svona teygju. Teygjan er bara x-löng og ef þú byrjar að teygja nú mikið þá slitnar hann og þá er það bara búið. Já. Það skiptir ekki máli hversu góður þú ert. Einmitt. Þú nærði ekki inn í hennan hóp. Og þannig er að tala hóp sem hjólar á 46 km hraða eða svo yfir, ég held að við erum 43 km hraða yfir 5 klukkutíma langa keppni. Síðustu klukkutíma var 46 meðalhraðin. Þú getur ekki hjóla svona hratt yfir þetta. Nei. Ekki hægt. Þannig að á einhverjum tímum búið þá gefstu upp og já, þú fær ekki að klára. Þannig að þetta er rosalega, þetta er stórt. Maður verður að segja það. Að ná að klára svona keppni að því að maður er til að byrja með, maður er einn í liði. Já. Þannig eru lönd eins og Holland, Belgia, Ítalía, Frakkland, við erum mæta hana með 7-8 manns og svo kemur ykkur lítið dílstíkur. Má ég vera með hérna í hólinu ykkar? Það er ekki vera að spáða mér. Ég veð bara hérna, ég veð bara út í hotni, ég ætla ekki að vera fyrir neinum. Og það er svolítið stemningin í þessu. Maður er alveg á sama plani og margir þessum strákum. Ef ég hefði ákveðið að fara í aðra átt, ég gæti alveg verið í próf-götuhjóli í dag. Það er klart mál, sko. Ég bara ákveði að gera það ekki.
það bara ekki það sem áhugin minn liggur en maður kemur sér í svona hóp, maður er 140 manna hóp og maður veit að maður er einn af þessum gaurum, maður er jafn góður og margir að þeim en maður er samt svona í goggunaröðinni maður bara frekar aftarlega maður bara svona staðsetur sig þannig að maður sé ekki fyrir neinum en maður er klálega með það var bara það sem ég gerði og það virkaði geggjað geðveikt, Ingvar, það er búið að vera geggjað að spjalla við þig hjólreiðar, fá að heyra af þessu og við fylgjumst bara með þér á heimsmeistaramótinu í Danmörku í fjallahjólreiðum, það er ekki ólympískar fjallahjólreiðar þetta eru marathon hjólreiðar, þannig að þetta eru 120 km sem við hjólum. Þetta ætti að vera svona cirka bát 5 tímar eða svo. Já, fáðu ekki einhverja marathon útsendingu frá þessu líka? Aldrei að vita, ég þarf að kynna mig málið en ég veit það ekki. Nei, aldrei að vita. Þetta er sýnt, ég held að þetta sé sýnt í beinni á YouTube. Já, bara í bóði þeirra sko. Þetta er eðlilega gaman að hafa svona í gangi sko. Já, alveg gaman. Já, þú stendur, þú veist af mér. Þegar þetta verður erfitt þá veist að ég er að fylgjast með. Þá stendi ég mig ekstra vel að því ég veit að þetta fylgjast með. Akkurat það sem ég vil. Ingvar Ómarsson, gangi yfir. Takk fyrir það.